Dogzone ég hérna velkomin í Dogzone og nú sést ég held ég aðeins betur ég ætla að fara að gefa þetta nokkuð dagatal hérna, þetta er limited edition hvað segir aftur í laginu Thrift Shop limited edition Í Thrift Shop, með hvernig með það aftur? er ekki hérna lagið Thrift Shop þarna Thrift Shop, muni ekki eftir þetta með vinsala hvíta Macklemore sem var alltaf einhver svona pro-Palestínu gaur já limited edition for a simple edition mást ekki eftir þessu? Jú, ég hefði haldið að Tommy kynni Þetta er ekki rock and roll Þetta lag? Þetta er rap What Já Aha Þetta lag, en ég allan hann segir einhver staðar limited edition for a simple edition Og það er þetta þarna Það er þarna, þetta er limited edition Þetta er það sem Macklemore var að syngja og þú, það er einn sem var að vinna þetta Já, Keli velkomin, Takkilega herri, ég ætla að gefa það nærbuxur Já Dóttarfútból og nokkuð nærbuxur Glæsilegar. Jakob, það er líkanda þér Já, ok, og takk af því að þú ert líka orðin það frægur, þá ætla ég að gefa það tvær Hey, Vá. okay. Hérna, Tommy, þessar nærbuxur eru litlar fyrir okkur tvo Já, þú ert ekki með Triple X Herri, ég fór með Gauja Þórðar á Triple X Já, einmitt Já, hversu rosaði það? Það var í Noregi Já, nákvæmlega, þetta ég er náttúrulega búin að segja þessu aðeins og oft en bara að eiga þetta á CV-inu ég og Gauji Þórðar saman í Kristiansand í Noregi Er þetta eina mynd sem þið verið saman á í bíó? Já, Já. annars svona, við ákvæmum að brjóta þetta aðeins upp, fara í bíó Sko, Pétur Martinsson sagði mér alveg svakalega sögu af honum hann í Svíþjóð með Gauja Þórða á einhverjum bar bara hann var bara eins og leigubílstjóri bara í leðurjakka og það var bara hann gekk vel sko Já Þetta var falleg saga, ég ætla ekki út í hana samt en engar áhyggjur hér að var Nei, ég kann mig já, gott, ég nefnilega mig grunaði það og gerir þið Herri, við ætlum að skoða byrjunarliðin í dag, við ætlum að byrja á leik Brentford og Leicester auðvitað komið nýjan þjálfara sem er Ruud van Nistelrooy og það er svo sem ekkert stórt í Er hann bara í stúkunni eða eitthvað? Ég held að það sé í stúkunni, já. Hann stýrir ekki liðinu í dag en Kongurinn er inni Æjúf Og Vorti hann upp á topp Já, Jamie Vardy það var að vera að spyrta svona gömul Twitter samskipti þeirra félaga sem hann óskáðum til að mikið með að vera búin að slá metið sitt eða hann skóraði einhver 8 leikir eða eitthvað Jamie Vardy. Fyrir næsta leik það er Crystal Palace saman til Newcastle nú Eze er mættur aftur og þeir eru þessu 3-4-2-1 kerfi sínu Newcastle eftir vonbriðin á mánudagskvöld eru með Börn og Sjár þarna í miðverðinum Alexander Isak, ég meina þú heldur að Isak sé að fara að skora eða ekki, Tjekovi? Já, klárlega Já. Þetta er svona eftirlættis leikmaður hjá mér líka bara gott að hann sé svíi sko Já. Þetta er eitthvað svona vægi Sko oft er að hann þegar að fer eitthvað svona góðsögn úr landslið að það er oft svona erfitt að brúa bílið, það er svona langt oft í næsta mann Zlatan hættir og þeir eru bara klárum að Alexander Isak og Georg Kjæres Mér sko gott að hann heitir tveimur fyrirnöfnum Alexander og Isak Er það ekki svona? Já, ég á orð sem að menn sögðu í gamla daga svona ef menn hétu tveimur fornöfnum það þótti ekki mjög töff sko og svona eins og George Michael Já Þetta er bara gaurið með tönöfn sko David James Isak er eftirnafni, það gengur eiginlega upp sko David James Einmitt Þetta er svona algjört svona svíja dæmi við erum bara gaurið með tönöfn og bara hann heitir eiginlega ekki neitt sko Hann ætti að vera Jönsson Já. Heldur betur En ég held að hann skóri klárlega og sett á það Heldur betur, skoðum fleiri leiki sem er í dag Nottingham Forest á móti Ipswich Hér er eitthvað þarna? Nei, held ekki Úti mættur aftur eftir landsleika liðið þannig alltaf Já, einmitt Píldur aðeins síðasta leik var Það er ég- nú stæst í þessu Það er smá ferðarlega þarna til Nýjasunds Já. Hafið þið, sko Tommi, þú nú ferðast út allan heim Thailand, það er samt lengst Já, þegar þú fórst í Múthæskólan Já, þegar ég tók mútaskólan En það er svona eins og í Ástralíu Ef þið ætla að fara eitthvað út fyrir landsteinuna þá er styrsta flugið einhvern veginn bara 6 tímar bara til Já, Indonésiu eða eitthvað svoleiðis Já. það er ekkert skotist yfir til tenni eða farið í einhverja menningarferð Nei. það er nefnum bara innanlands sko. Allt eitthvað svona Kuala Lumpur Já, ég veit, það taka kannski Malasíun og Singapúr Já, það er lang vegaleng til Ástralíu fyrir áhugasama Nú, Wolves og Bournemouth mætast smá vesina á Bournemouth eftir frábæra sigur á móti Manchester City
Wolves auðvitað eftir hennan geðveika 4-1 sigur á Fulham síðustu helgi. Ótrúlegur sigur hjá þeim. Það var að segja bara alveg eins og Ég vil límtöðu þennan hérna í skjánum hjá mér. Já. Wolves Bournemouth. Og hér sjáum við seðlana okkar, við erum svona að fara yfir þetta allt saman og Tommy með stuðlinn 78,43. Já, það eru margir svalir hérna inn í dag en það er engin svalar en Jón Kári Eldon sem er mættur í The Sofa Cam. Einmitt. Hvað þú láttu sjá þig? Sæl. Kópi. Og hér hann, sýndum hann um að sjá þig. Wow. Hann er mættur. Nærböksu, já, en þetta, ég þarf að láta það hafa stærri. Þetta er L. Þú ert XL, sko. Ég þarf að grafa eins eftir því. L var tölvert minn en ég held. Við kelurum í L. Ég ætla að setja Kela í L á eftir og hann ætlar að sína okkur. Ok. Þannig að Svona efst, því ég fer ekki alveg niður, það. það er bara efst svona sakkar aðeins buxuna niður með eins og krakkarnir að gera. Sem er mjög skemmtilegt. Leikirnir að hefjast, hvernig er staðan á Spáni, Kili? Var það búið? Síðastur ég vissi þá var 2-1 og hafa komið 90. mínúta. Já. Ég var að tjekka á þessu. Það er ennþá 2-1 fyrir Las Palmas. Bitu. Union Berlin að jafna á móti Leverkusen. Er fólk búið að sjá hvernig staðan er hjá Red Bull Leipzig akkurat núna? Þeir eru að tapa 3-0 heimavelli á móti Wolfsburg. Lenti 3-0. Þetta er hálftíma. Já, Ég komin í 3-0 bara 16. heldur betur. Mjög sérstætt. Bilder dagsins, ég sé á það. Ég er náttúrulega bara með mitt aumingja Total Corners sem er bara eins lágt og hægt er. Já. Tommy, þú ert lest leikinn, þú ert með Sandro Tonali með yellow card. Ég er með 100% hitrate í Doxonunni í yellow card. Kallaði það síðast og ég finni það að Tonali... Ætli Tonali sé ekki líka sjálfur með smá pening á sér? Já, jú, og ég er svona horfið í það. Ég er að vonast til þess að hann sé með peninga þessu eins og við hérna. Heldur betur, Marcin Jacobi, hvað varst þú með? Það var Ísak skorar já og Ese skorar segja menn. Já, leikirnir eru fannir af stað og Krista Pallas liggur á Newcastle. Það er svo sem einhverjum blöðum það að fletta hver er stórleikur umferðar. Einnig gegn það er víti hérna, held ég. Það er víti, Bournemouth fá víti. Bournemouth fá víti. 50 sekundur. Já, þú mátt velja þér íþróttarfréttamann til þess að lýsa eins og. Ég? Já. Ertu með einhver eftirhermu? Nei, ég er nefnilega, sko, ég er ekki með eftirhermur. En áttu eitthvað svona, getur þú verið eins og einhver? Að lýsa? Ég get alveg reynt að grafa. Ég ætla að leiða mig bara að reyna að grafa meðan þeir eru að staðfesta þessa vítaspyrnu. Það er að staðfesta vítið, við býðum eftir staðfestum úrslitum frá Spáni. Það sem að Las Palmas er að vinna Barcelona í Katalóníu afskaplega óvænt. Þeir komast yfir í seinni hálfleik Las Palmas og jafnaðar að finja. Þá hélt maður nú að Barcelona myndi keyra yfir á. En Las Palmas er að vinna og þeir virðast vera að skríða þessu yfir línuna. 3 leikir rauði deildum Sigurs. Jacobi... Fögnum við því ekki það? Nei, ég er bassamaður. Já, ég er alveg Barcelona maður líka sko. Þannig lagað. Ég er svo sem hef enga, sko, maður er ekkert alinn upp við spænska boltann. Heldur þú með einhverju lið á Spáni? Jacobi? Ég er reyndar, sko, ég er þarna þegar stjörnulið, Suárez, Messi og sko Pedro var þarna líka, sko, á sínum tíma áður, sko. Leiðilegt hvernig þið létu hann bara einhvern veginn fara eftir að runnu meistaradeildina þarna á móti Man U eða eitthvað, Chelsea og eitthvað. Þannig að ég held með Barcelona, sko, en þú veist Las Palmas, mér finnst alveg gaman að þeir séu að vinna eitthvað, en ég er Barcelona maður, sko. Þú er náttúrulega, hefur þú komið til Kanari? Já, ég hef bara komið til tennis, sko. Vítið, Tómi, ásakaðu þetta? Ég sko, já. Ég segi bæði lið skora og þetta verður jafntefli, það var það sem ég sagði fyrir, þannig að þetta byrjar vel. Eva Nilsson! Þetta er Klauvertin. Er þetta Nei, þetta er Ég var að detta inn í Iconic Gunnar Birgis þögnin. Þegar hann gólar, leif 4 sek, hvað sem heyrim í krátinu. Við fengum hvorki krát, Vinkaus, Kluivert! Drengurinn ungi! Shit! Er eitthvað með kaffali, það er að tjekka hvort það sé ekki örgulega kökt af hvernig. Skoðum við þetta aftur. Það er að steikja hann betur. Kluivert! Drengurinn ungi! Þögnin gefur. En þetta er bara alveg æsi spennandi.
4. mínúta. En snirtilega gert. Barcelona búið Las Palmas vann En snirtilegt hjá Eva Nælsson sko, hann á að vera aðtöfa hendi hann tekur svona brasastar með öxlinni í hlaupinu, mjög snirtilegt Það er margt sem að Brasilíumaðurinn getur sem að aðrir geta ekki áhugavert að pæla oft í þessum blessuðu Brasilíumönnum Drengir vorum að segja frá að Barcelona töpuðu hvað að Kili hjá Barcelona? Já, Barcelona, það er náttúrulega sem við erum búið að tala um að séu velda sem var Jamal var ekki með hann kom inn á í hálfleik núna, svo er ekkert að kenna því ég veit það ekki bara, þú veist, ég held að þeir séu ekki jafn góður og þeir eru búin að vera í byrjun tímabils ég held að það sé svona að auðvelda, sko náttúrulega mikil umtörnum á liðinu, mikil ungum strákum búin að fá sensin í vetur og þarna, þetta bara þeir jafna sig út, sko ég heldur að verða svolítið í baráttunni verið alveg titil Ég er ánægður að Las Palmas sé að taka það, þú veist, ég held með Kanaríum og svona Já, þú stiðut Kanaríjar Hvar eru Las Palmas í deildinni? Þeir eru bara hætti að standa sig ágætlega Þeir voru unnu líka á síðustelki Búin að vinna 2 er ekki unni ekki 2 röð? Nei, það var Mallorca Ég er að töfum fyrir Mallorca 3 í síðustu 5 samt, það er nú frekar gott Herri, það er meira í gangi Ég ætla að fara aðeins yfir á Selhurst Park Þar sem að Wolves að jafna Já Þetta er að ræsa sjá með Hver var það? Jörgen Strand Larsen Kóttu með það Sigur hessi djúð Kóttu með það Strand Larsen Nei Jó Larsen Drengur ungi Þarna hafður tækifæri til að gera eitthvað allt annað Hann er frá Núri Já, þetta er normaður Ég held að það var Dani 2 og Larsen Normaðurinn ungi Ég vil að þetta haldist bara svona Ég með pening á játtöfli báður skora Þetta er ennið normaðurinn, já Þetta er ennið norm Þetta er flott mark, skalli Já, þetta er mjög snirtilegt En, Pétur, Gunnar, ert þú hrifin af því sem normenn er að gera fyrir íþróttir? Já, ertu ekki með hann í talmálu líka? Nei, ég er ekki með Gunnar Birgisson Já Þannig, hann er frekar hrifin af Nei, sumir eru bara með eftir Þetta var hann í gæra Það er ekki Ég reyndar bara ekki fatta að stútir hann sko. Það er erfitt að vera á hlýðin og sko ef ekki að segja 2 af 3 bestu eftirhermum landsins Ásinn Sóla Holm, Jakob Birgisson og Hjöru Haflega Já, ég er líka eftirherma sko. Ég reyndar lagði afturherma sko dæmið á hilluna þegar ég hitti Sóla fyrst Þá var ég svona djöfullin, það er miklu betri Ég minna að þú veist, þetta er eins og ég nenni aldrei að gefa þeim út sem einhver eftirhermi bara því ég er með alltaf Sóla bara í Vesturbænum Já Þannig þú veist, ég með bara hann eiga að fá að eiga það svolítið sko. Heldur betur Já, þú Ég hendi bara nokkra, ég reyna að hendi það sem að Sóli er ekki að hendi í sko Sko, Hjálmar Örn, betur þetta sem hjá mig, er listamar Hann var að tippa á leik Brighton og Southampton Já Í gær, var ekki á fótbolti.net eða hvað var Ég held það. Hann sagði 1-1, óvænt stig hjá dýrlingunum alltaf smá öðruvísi þessi Friday night leikur þessi gaur er rosal og þetta er ákkurat leikurum fyrir hann Brighton, Southampton þetta er svona leikur fyrir traditionalist Já, hann er líka með sko þetta korrekt skor, hann er rosalegt nef fyrir því, hann kannski hittir ekki alltaf úrslitin en ef hann gerir það, þá er það korrekt skor með Já, Hann er eins og framtíðin sjálf sko. Já, hann er, sveig mér þá, hann er rosalegt Hann er framtíðir Árbæinga Já, framtíð þeirra Árbæinga við sögðum frá því rétt á hann að Barcelona er búin að tapa fyrir Las Palmas það er búið að spila nokkra leiki í Championship-deildinni í Englandi og ég er að leita úrslitunum hérna ákvörðat í þessum töluðu orðum það er verið að spila í elstu og virtustu bikarkeppni heims ákvörðat núna önnur umferð í FA Cup staðfest úrslit í Championship 3-1 fyrir Hull nei 3-1 fyrir Middlesbrough mútið Hull það er eitthvað að gerast hjá Tómasi Tómi, hvað er að gerast taktu við, hver er að sækja hvað er í gangi? Það er 1-1 Wolves, Bournemouth Já, ég er greinilega eitthvað aðeins hérna á eftir því að Bournemouth fari í hörkusókn er þetta Já, wow! Herðu, vinstri bakvörðurinn, er þetta Kerkis? Þetta er Kerkis Með bandi Ungari Kerkis Maður heyra Tómi minn Kerkis Sá ungverski Þetta er litli leikur Þetta er leikur. Já, þetta er bara hörkuleikur hérna Já, 2-1 eftir 10 mínútur og þetta er hörkuleikur Endar alltaf í aftöfli samt
Tommy, ég vil gera á þig leiklistar hæfileikaran þannig að þegar ég segi Tommy það eitthvað að gerast hjá þér þá veistu að það eitthvað alveg að fara að gerast hjá þér Það ég veit, það ekkert leikfélag fólk ekkert að leika sér á Suðurlandi Nei, voðalega lítið, sko Lífið aðeins, þetta alvarlegur en það en leikfélag, Sko, Hveragerði, það ekki líka svona pínu nöttarabær? Jú, þú veist, þeir hafa sett upp ávaxtakruna bara 10 ári röð Síðan kemur alltaf bara Gísli Einar bara, það alltaf uppselt eitthvað, þú veist, ég ekki með hann, sko en þú veist, það alltaf uppselt og það alltaf í landunum og það bara ávaxtakarfan aftur og aftur og aftur Mér langar eigan líka, ég alveg sammála því En þetta er besta umferð haustsins sko. Já, þetta er besta umferð haustsins Como að vinna Monza, ég minna það að þjóðmál þeir Gísli og Stefán Einar koma hér í kvöld klukkan 10 það að segja rétt fyrir fyrstu tölur og ég ætla að sitja með, fara aðeins yfir þetta við ætlum að bera þetta saman með fótbolta, við ætlum að bera saman hverju voru að standa sig vel í þessari kosningabaráttu annars slíkt, það opið til 10 á kjörstöðunum og ég meina, Tommy Steindors, þú ert í fyrst skiptu að kjósa í Kragan Þetta ekki gaman að kjósa í Kragan, sjá bara allt all-star gengið Jú, það bara valið maður einhvern sko, alltaf fyrsta sæti, það allt celebrities í fyrsta sæti í rauninni í suðvestur versus kannski einmitt eins og Suðurlandinu í svona sem minni flokkum það geta verið, það svona nöfn sem kannski flesti kannast ekki við Þetta samt svona alvöru kjördæmi þetta stórt og gott alvöru kjördæmi, þú ert í Reykjavík Suður, fyrsta sinn að kjósa þar ég hef alltaf verið í Reykjavík norður þannig að ég svona ekkert að færa mig yfir í einhverja algjöra snild Nei Þú ert komin í Suðurkjördæmi líka Ég í fjölbrautaskólanum á Suðurnesjum þú ert með Suðurnes og Suðurland, það saman einmitt Þannig að, og ég svo einn við erum svo ég og Tommy saman í Kragan Þannig að það bombið þar og það gaman sko að veðja á það sko því að þar hægt að fara inn í sko hver næstur inn, þú veist, kemst þessi inn eða ekki inn og svona Ég var að skoða þetta aðeins kannski inn á Epic kannski bara hvernig þetta allt saman fyrir þá sem hafa áhuga á að betta á stjórnmál það búið mjög vinsælt inn á epic.com hvað okkur að segja þetta, Epicbet að tippa á sko bara hver næsti forsætisráðherra og annars líkt ef við skoðum bara aðeins mun komast á þing eða líka skemmtilegt sko að taka þú veist mun þessi flokkur vera yfir eða undir sko hverju prósentum það alveg svolítið spennandi núna á þetta því að þetta fylgið á dreifingu maður sjá hver línan á sjálfstæðarflokknum núna 17.5 í gær ég óvart þar ég er búin að hrílækka ég til í að fara setja á, ef ekki segja sjálfstæðarflokkin over 19,5 setjum sjálfstæðarflokkin over 19,5 hvernig Bjarni á skiltunum núna það traustið, þú veist, ég held hann fari yfir 19,5 sko ég held að það ekki bara með 17 auðlýsingar í sjónvarpinu eða sko það líka bara skiltin Kili og félagar í sjálfstæðarflokknum þeir ætla sér stóra hluti þetta svo Kili bendir á hann mikið búin að vera í sjónvarpinu ég held að samfylkingin kom ágætlega út sko, maður sé hvað mínir gömlu félagar eins og 20 pluss ég var í fyrsta sinna að lendi því að mæti leigubíl og leigubílstjóni segir ég ætla að kjósa samfylkinguna ég hef aldrei lent í þessu þetta var mjög sérstætt þannig að þeir eru stórir þessi vill loka þessu EF-gati yfir 20,5 yfir 20,5 ok ég er ekki seldur þetta 19 það Hawk 2 þeir voru að henda Hawk 2 á þig sko það var mark spit on that thing Monza jafn á móti Como Sess Fabregas og félagar í kroppum dansi gegn Silvio Berlusconi og félagum ég var að setja samfélgingin yfir 20,5 þú veist ég ætla ekki að bara ekki að það gegn betri vitund þinni jú yfir samfélgingin ég ætla að fara þá í 2 í staðan fyrir að taka þetta safe 1.60 balls sko, ég að segja ykkur að samfélgingin geti farið ykkur sprengju í kvöld sko. upp eða niður ég er svona höfðu Tómasson tilfinningu sko. þetta 20,5 þau verða stór ég ekki vissum að það verði mikið stærri en sjálfstæðarflokkurinn þau verða á svipuðu róli sjálfstæðarflokkurinn geti farið yfir þau en ég held að þau verði bæði hann í kringum 20,5 þau hafa verið að hækka í könnunum núna undanfarið aftur ég setjum á þetta Hjöru vera með pening undir það er mark Vestbrom eru konur yfir á móti Stefáni Teiti og félögum í Preston
Hann auðvitað einn af 2 Íslingum sem að byrja í þessum leikjum klukkan 3 í Championship-deildinni. Það ennþá allt stál í stál hjá Wayne Rooney og félagum Plymouth. Það 0-0 úti á móti Bristol City. Ég var að pæli, það var fýtt stuðl á Plymouth, sko. Já, hann ennþá til, hann 7.50. Strákar, eru menn duglegir að subscribe hjá mér á YouTube, þannig að ég geti farið að, við erum auðvitað að gefa þetta nokkuð dagatal. Guðmundur Ægir Jóhannsson. Guðmundur Ægir. Shout out. Já, hann nýjasti subscriberinn hjá Dr. Fútbol. Nú, áfram halda mörkin að tikka inn, eitthvað meira að gerast. Við erum náttúrulega á þínum reikning en fáum við leyfi til að setja á Rúni, loyalty bet á Rúni, bara smotteri. Ég ætlaði að fara að segja það, setja smotteri á hann. Á Rúni. Það er nóg af spurningum sem að býða hér, muni að íta á like-takkan. Það skiptir víst miklu máli að íta á like-takkan. Like-takkin skiptir máli. Við fengum að það 8, við fengum Rúni sigur 8. 8? Jep. Þetta er átó. Er það 0-0? Þetta er átó. Það er ennþá 0-0. Þú veist, þetta er klárt, sko. Ég held í alvöruna að hann sé að fara að taka þetta. Íta á like-takkan, það skiptir miklu máli. Bjarki Viðarsson situr í Molly í Írlandi. Nei, Molly, það er að segja. Molly. Hann situr í Molly á Írlandi og er að horfa á okkur og sendir hlýjar kveðjur. Nú Jeppakallina? Jú, það er Jeppakallin. Já. Hver? Jeppakallin. Nei, það er engin toppmaður. Herri, ég spurði inn á Dr. Fútbol leikmenn í dag sko ef menn fengi að taka með sér út að hvað segir maður? Út að borða. Hvernig 3 með sér út að borða. Og ég ætla að fara að gefa 50 skall á Dynout. Já, yfir 300 veitingastæður bara. Velum við það sem þið langar í. Þetta er ekki flókið. Það er pen. Það er pen. Býtu, hvað er pen? Það er pen í Bournemouth og annað pen, sýnist mér. Býtu. Jose Sa er alveg brotin hann að greið. Jose Sa, brotin virðist vera. Já, hann braut á sér. Fjandinn hafa það mér. Ég vil jafntefli í þessu, en ég menna að ég vil mörk, þannig að já, það er víti sem að Bournemouth þá. En einu sinni eru menn eitthvað reyna bara sparkar það. 100% vita ekki. Jú. Hann ætlar að sparka honum út. Þetta er ekki Evan Vanilsson sem kemst undan í hann og það var samt pínu klaufalegt en já, mjög klaufalegt. Hann er vinnusemi í Brasilíumannum hann. Já, hann er yðin. Það er sem við þurfum að vinna fyrir sínu. Heldur betur. Og við teik Jakob Birgissonar á Gunnar Birgissinni. Já, hver er þetta? Er það nýr, númer 10 á Bournemouth, er það Max Christie? Jó, en er ekki að blöffa. Geta verið að blöffa, halda boltan og svo kemur kemur Klövert. Klövert? Það er þannig. Þetta er Klövert. Hvers lenskur er hann? Hollenskur. Sonurinn segir nú sanna. Sjá, Klövert er að fara að taka vítaspyrnuna, Gunnar Birgisson er klár. Í fyrsta sinn, þá tekum maður GP sko. Sjá. Og hann er að fara að taka vítið. Markmann eftir Jose Sa. Er hann að fara að skoða það? Klövert! Sá hollenski! Þetta var mikil falsett að hann. Já, þetta var bara mjög gott. Vel gert. Sá hollenski. Hvað var hann að þetta? Það er fín lín oft á milli Gumma og Gunnar Birgis sko, í gólinu. Ég dett og viðveld í Gumman. Sá hollenski! Já. En hvernig veistu Gummi Ben þegar maður heyrir hann er búin að halla svona oftur? Það er ekki það fyrir að muldra. Jú. Það er fórst. Halda honum að segja. Búin að vera að senda hann? Hann er ofta að kvistla þegar hann er ekki alveg að nenna þessu leik sko. Já, hann er geggjaður þar sko. Herri, við erum að skoða hér þennan Dynout leik okkar og ég klifti mig og Tomma út á því mér fannst við eitthvað svo glæsilegir þannig ég ákvað að ég hjó eftir því sko. Hann er einn svona top 3 Dynout kongur á landinu sko. Já, og það eru þín orðu. En Tommi er líka mjög hugulegur. Hann má eiga það. Og ég er þarna eins og einhver sko, þýskur poppari sem átti eitthvað gott lag fyrir 16 árum síðan og er að fara að flytja þetta lag mitt af. Þú fattar að kynlíf selur. Já, kynlíf selur. Það er okkur tvo þarna.
Það selur, ég hef löngu búin að átta mig á því. Herru, við slum sjá hvað það er, komin 295, það er hægri sveifla, segir Yngvi, hann ætlar að taka hægri bakverði með sér Salgado, Gary Neville og Cafu og fara að ræða overlaps. Herru, það er eitt hérna, hann Ólafur Kristinn sem ætlar að taka mig og Seppa Krull og Pétur Jóhann. Já, þetta er eitthvað svakalegasta læni sem ég sé. Magnús Þór Gunnarsson, þetta er The Real Maggie Gunn, hann segir Jordan, Akos og Shaq. Þá sendi ég á hann tilbaka, The Rim Protector eða Terry Akos. The Rim Protector. Nú, það er eitt af það sem ætlar að taka með sér hvað? Lisa Ann, Brandi Love og Ava Adams, ofurkonur sem ég hef litið upp til frá því ég var 13 ára. Og þá spyr Erlendur Rappkjell sem að er komið ógeða og eitraði kallmennsku, ertu eitthvað illa rögglaður? Illa rögglaður, sko. Og svo er Þór Gíslason líka komið með meiri nóg af þessu og takkar hann og svona. Hann talar elstu boltaíþrótt sögunar hann Hafsteinn. Já. Það létti mönnum inn á Dóttarfútból leikmenn verið með þessu einhverju því. Sko, Kelly, hugsaði þetta í smá stund. Ég hugsa aðeins. Sko, förum aðeins af, já ég sjá að Sigurður Bond sem að er stattur í fríi erlendis, hann setti þarna, hverju setti hann aftur? Hann var til í Auðun Blöndal, Donald Trump og El Chapo, ég svara hann síðan sko og þá var ég að segja sko Trump segir sko, strákar, mér langar aðeins að ræða við ykkur myndmjölur, blöð, herðu, áhugið núl en takk samt. Það er eitthvað sem segir mér að blöðurum myndi ekki nenn að fara að vindmjöluna. Mark, hvað er Mark? Búin á nótti, búin að koma. Minn maður. Ruud van Nistelrooy og félögum. Ég sett á þetta. Best er að fara að rústa þessu. Sko, Jakob, hvaða tveir myndur þú taka með þér út að geta? Þrjá fyrir ekki. Mér finnst eðlilegt að einhvern veginn bondarinn tók svolítið af mér, sko. Ég ætlaði að fara að hendi í Trumparann og blöð, sko. Já. En ég myndi klárlega að taka Trump. Já. Sér myndi ég jafnvel hendinn einhverjum eins og bara Becca Óla í miðfloknum. Já. Og Kela. Já. Sjálfsögðu. Já, þetta getur orðið gaman. Þetta getur orðið mjög gaman. Það er skemmtilegt þríegi. Þríegið. Það er þríegi stóra. Ég sá hann Geirlugur, fellow Vestamar, hann talaði Mark Noble, Kevin Nolan og Big Sam. Það var ágætis matabóð. Ég var alveg til í það. Þeir sá þetta, ég sett og Lester og þetta er að fara að rætast. Einmitt að það þarf kraftaverkjurunni svo að Wolfsbettið hjá mér lendi eins og staðan er núna. Sko, hafið þið verið að, sko, Big Sam, hann byrjaði á að drekka hvítvín úr bjórglasi, það er að segja svona pæntglas. Hálfslítra glas, klakar. Já. Svona, hafið þið eitthvað svona mátað ykkar leik eftir hans? Ég hef reynt sko að tekið þeim eitt stóra glasið, klakar, 80% hvítvín, 20% Red Bull. Ok, það var gott eða? Já, frískandi sko. Það var kaldur, frískandi. Ég sko þekki Grikkjan er mikið að blanda Pepsi og hérna rauðvinni sko. Já, ég er náttúrulega að drekka þetta samt í sikkur glasi. Já, hann er að setja í sama glas. Þetta er svona 20 Pepsi, 80 rauðvinni. Er þetta kombo? Já, þetta er eitthvað gríst kombo sko. En sko, annars ég reyni alltaf fyrir kampaðinni sko. Já. Það er bara gæði sko. Heldur betur. Kennir, ertu búin að hugsa hverju vilt taka meira í mat? Ég kom með 3. Já. Ég tæki að sjálfsögja minn mann Jörgen Klopp. Ég tæki Mamadou Sakho því að þeir eru eitthvað óuppgert. Ok. Byrjum á því að gera það upp, svo getum við haft gaman. Mamadou Sakho og Jörgen Klopp. Ok. Hann kom inn á Jörgen Sakho daginn og svo tæki ég myndi tæka einn Íslending með mér. Miðað við frammistöðu hans daginn í að banna að hlæja og væri bara Sveppi. Sveppi. Já, Sveppin. Hann myndi koma með alltaf að dýnamíkinn hinn tveir sko. Ég er enn á hægri hönd sko, ég valdi þig. Það er engin meðvirkni. Keli er svo fljótur að stingi bakið. Engin meðvirkni. Það er bara leið og hann getur. Sko, T.S. Varstu með eitthvað aðra en þessa sem hún vildir? Já, ég er svona, við förum nú reglulega út saman, sko, Gunnar Birgisson og svo Matti Dalmæ, þjálfari Hauka. Mér finnst frábært að fara út að borða með þeim og það er svona, þú veist, 100% öruggt að vera gaman. Já. Svo er ég til að fá The Rizzler með okkur. Hérna, ekki Ritz. Litla hérna. Nei, ég hef ekki séð í Bandaríkjunum sem er með hérna, hann er svona 1:40 ára, The Rizzler. Nei. Þeir veit ekki hver The Rizzler. Já, þessi gæi.
Ég meiri að hvað The Rizzler. Hvað heit litli sem var alltaf að hanga með séka á honum? Já, það var hann Haspúla, já Haspúla Hann var geggjaður Ég er miklu meiri The Rizzler Já, Rizzlerinn fyndin Hann væri svona sidekick að með okkur Bara að gera svipin sinn sko ef við getum fengið Bara eitthvað hendi þennan Svona á kantinum Myndur ekki á að hafa standandi upp á borði? Jó, ég væri með eitthvað senur í gangi Nei, væri með hann í fanginu Já, svona mér Má ég aðeins sjá hérna Þekkið þið Baby Alien? Nei Jú, er ekki grettukall? Já, ég veit ekki, það er þín orð, ég hef ekki sett þetta Þetta er sko Baby Alien Nei, þetta Hann er er ekki þarna Herra Mark, það er Mark Hvað er Mark? Brentford að jafna leikinn á móti Leicester og það var að sjálfsögðu Jóhann Vissa Ég kallaði það Já, með bæli skora Wissa Risla maður Nei, þetta er Baby Alien sjálfur sem að Sko, erum við að tala um að þið þrýr Já Það vissi enginn okkur hver The Rizzler Ég hafði sé mynd á hann Ég sé myndbendnaðanum Ég kveikti ekki alveg á þessu strax Hérna er hann, þekki ég ekki þennan Þú ert Baby Alien Ég er Baby Alien Ég væri til í að taka Baby Alien Rizzlerinn og ég er með þriðja gæjan fyrir Justice. Ég er með þriðja gæjan fyrir D-Lo Þú að finni vin hérna eða óvin, helsti óvinnur hans hérna Baby Alien er D-Lo Er það? Já Þú hver er Baby Alien, D-Lo Er ekki D og svo Bara eins og bara J-Lo. low Bara D og svo low Er ekki? D-Lo Prófaðu Prófaðu þetta bara Já, hann er Hann er D-Lo Er beef þeirra Já, á milli? þessi hérna Þeir eru óvinnir Einmitt Já D-Lo versus Baby Alien D-Lo og Baby Alien og The Rizzler fara með þeim fyrir þeim Já Heldur betur Hvert myndur fara? Bara er þetta Góð spurning, er ekki bara Jóman? Já, Jóman eða La Primavera með þá bara Já Vatnahotnan next þar Heldur betur Það er búið að skora í nokkrum leikjum sem eru byrjaðir nú þegar. Það er búið að skora í 2 af 4 leikjum í ensku úrvalsdeildinni. Bournemouth þeir að vinna Wolves 3-1 leikur þar sem að Tómas Steindorsson er að fylgjast með fyrir okkur. Brentford og Leicester er að gera 1-1 í jafntefli. Leikur sem að við erum ekki svo sem beint að fylgjast með akkurat núna. Við sögum ykkur frá því að Barcelona töpuðu heima fyrir Las Palmas. Ótrúlegt stöf Svo ótrúlegt stöf. Segasta fótboltaliði í heimi. Augsburg er að vinna Bochum 1-0 og Leipzig er að steinleikja heimavelli á móti Wolfsburg 3-0 fyrir Wolfsburg. Werder Bremen og Stuttgart er að gera 1-1 jafntefli eins og Union Berlin og Leverkusen 1-1 þar. 1-1 líka hjá Como og Monza. Það er verið að spila út alla álfu. Það er loka umferð í Noregi á morgun þar sem að Bodø Glimt mun tryggja sér titilinn. Er þetta fyrsta önnur umferð í FA Cup? Þetta er önnur umferð. Já, önnur umferð proper. Ég vil ekki að sjá sko, ég held að ég hefði sett á að þeirri í jafntefli en ég spáði Wolves sigri sko. Sko, Jakob, þú hefur gert það sem að mig eru alltaf náttúrulega að gera. Farið bara að ferðast aðeins England. Því ég hef nú verið eitt mörgum dögum hann, eða varið mörgum dögum hann, fyrir ekki, ég var ekki að eyða þeim, ég var að verja þeim. Svona top 3 svona verstu bæir sem að þú komið í Bretlandi. Sko. Þá er ég meina svona bara leið, eða svona... Sko, verstu, sko, það er sko, ég kom í nokkra svona í stoppi sem að svona svolítið þokast til bara þeir voru alveg það ömulegir að maður einhvern veginn manvalla hvað þeir heita sko. Ég Southampton er ekki skemmtilegu bæir. Nei, ég varst bara að segja mér frá því. Hann er sko, þú veist, þetta er háskólabæir og eitthvað svona, en þú veist, það er einhvern veginn ekkert þannig. Ég var einhverju skýta gistaheimilegana og hann er ekki góður. Sko, Hull er hann næri að vera bæði bestur og verstur sko. alveg hrikalegu bæri í raun og veru. Hvernig var tekið á mótið sem Íslending? Í Hull. Herri, sjá einu Hull City, við erum með flotta myndir frá Hull City, það er nú ekkert að þessu. Nei, þetta er mjög takmarkaður svona takmarkuð sín sko. þetta byrtist þér á netinu. Það er mark. Brentford er komið í 2-1 á móti. Hver var það? Jóhann Vissa eða? Kevin Schade
Sko, þetta lítur vel út en þetta ekki allur bærinn sko. Þetta ekki allur bærinn. Þetta eru bara krakkar bara 3 saman á einu hjóli mikið sko. Ok. Þetta svona en ódýr bjór og bara færð hótel á fínu verði þannig að áttu einhvern einn annan bæ fyrir mig? Nei, svona alveg umlegaðan. Já, svona ekki alveg sérstaklega. Ég Sönderland held ég sko. Já. En þetta málega það fegurðin í ljótleikanum og umverðinni sko. Ef þú farið til Bolton já, það nú ekkert sérstaklega spennandi. Nei, það svo sem ekkert eitthvað staður sem maður kannski þarf að dvelja lengi á. En Burnley verið staðurinn þessi allir sko. Er það? Já, hræðilegur sko, það býr engin leikmaður Burnley í Burnley sko. Ég mæli með York sko. York góður Ég hef komið til Huddersfield. Það ekkert sérstakur bær, hann svona í Jórvíkurskýri. Já. Og það ekkert eitthvað. En þetta sko inni ferð sko. Ég þarf að fara með tengdaföðu minn, hann hálfu Breti. Já. En hann var aldrei í Bretlandi sko, mammans flutti. Hún frá Grimsby í raun og veru og Láð og öllu þarna á þessu svæði sko. Það alveg nóg af skrýtnum bæjum þar sem ég á eftir. Heldur betur. Hull frábær, segir hér einn meittur. Ísak meittur út af. Alexander Ísak Djöfulsins, fór það í vaskinn maður. Þar fór kvöldið. Þar fór það. Eftir margra ára reynslu get ég staðfest að Hull alvöru bíó sem að ég held að hljóti að því eitthvað jákvætt. Svo segja sko að Grimsby sé sá allra versti. Það sem Jason að spila núna. Ég náðu honum ekki sko. Það auðvitað, þú baðst bara einhverja svona skrýtna bæði sem ég var til og það það sem ég að segja. Þetta bæði best og verst. Þú ferð á Hull á kínverskan veitingastað. Það bara stemning, engin inn á honum. Síðan ferðu þér bjór á hótelinu og hann kostar, 1 pund eða eitthvað. Þetta bara galið. Og þú bara kallaðir son. Bildirinn döður. Er þetta staðfest að Alexander Ísak fór út af? Ekki gott. Hvað í gangi? Bildirinn. Blackburn unnu Leeds. En þú sé ekki að það meittur þar? Þú veist, ég á í raun og veru dætur sem bara frá Grimsby í raun og veru. Út af því að langamæður þarna. Ég þarf að fara í fjölskylduferð til Grimsby og þetta svæðis. Komið leikmann að það núna samt. Það svona aðeins. Er Jason að spila í kvöldi í dag? Ég held ekki, nei. Er Dotterland byggðan? Já, FK. Mondarfréttir úr London, þar sem að Crystal Palace og Newcastle gera markalaust jafntefli. Alexander Ísak farin að velli meiddur. Það skellur. Býtu, það eitthvað sem segir mér eins og tímabilið hjá Liverpool okkur núna, það hlýtur að styttast í að Liverpool fara að spila við Newcastle. Er það ekki? Já, bara byrja þessi þvæla. Ég er að spyrja. Nei, það eitthvað í þá. Það hlýtur að vera stutt í Liverpool Newcastle. Liverpool Newcastle í vikunni, það ekki? Og Ísak var að fara út á meittur. Já, bara Am I surprised? Þeir að fá Arsenal lukkuna í þetta. Já, auðvitað það næsti leikur. Herði, ég fekk einn alveg mölvaðan Liverpool-mann á línuna í gær sem vildi fara og berja Endrik sem eitthvað drengur fættur 2007 frá Brasilíu búandi í Madrid. Þegar meitti Konati sem 110 kilo skrimsli sko. Svo fór ég að horfa á þetta og ég var bara svona, hvað að þarna? Sjáu hann. Það fara að berja Endrik greið. Hann bara kolruglaður. Það ekki þessu. Þetta ekki þessi tækling. Hann alltaf brjótandi á sér í Brasilíu sko. Já, þetta bara strákur en þetta brota á Konati var ekki neitt. Jú, það var alveg heimskulegt þegar það var 94 mínúta sko. Sýnir þetta ekki bara karakter? Já, það náttúrulega allt önnur menning. En Konati með þessu sem alltaf Joe Gomez kemur inn, það allt í góð. Allt önnur menning. Það verður ekki verið vesinn hingað til að láta Van Dijk díla á Holland sko. Ég hef náttúrulega aldrei komið til Suður Ameríku en Tómi, þú ekki á leiðinni til Perú? Já, ég að fara til Perú núna í apríl. Aldrei datt með það í hug. Ákveðstu að fara til Perú? Það fara bara með tengda fjölskyldu minni. Já. Eitthvað tveggja vegna line-up. Machu Picchu og þannig að fyrstskipti Suður Ameríka. Já, það áhugavert að fara til Perú af öllum stöðum. Já, Endrik greinilega harður í horn að taka. Hér einhver að sína fallegan leik. Það Hákon Rátt Valdimarsson. Þetta DG. Frendans. Já. Og hann Davíð Guðrúnarsson, listamaður sem áður gekk undir nafninu Davíð Birgisson. Davíð bindur ekki baka sína sömu hnútum og samferðamenn sínir. Hann verður þarna staddur
í Lundunum og Ibrahima Konate missir af City-reiknum og Joe Gomez mætir inn, það allt í góð. Hvað er að tala um? Og Norwich kom í 2-1 á móti Luton Þú varst með eitthvað þar, Hjörvar? Ég var með hann, já, ég vissi þetta Norwich, sigur, já, ég nú ekki búið að flauta hann af. Ég heyrði í Stefáni Pálssyni, vini mínum, í dag og ég svona var eitthvað að ræða við hann hvort hann með þetta kvöld, hann sagði að hann yrði líklega í fósturstellingunni í kvöld. Einmitt. Hann í vinstri grænum. Hann á lista? Frambóði, nei, ekki. Nei. En sem konun hans fráfarandi þingmaður, hún voru að hætta núna og hérna. Hann illa vinstri græn, sko. Já, hann mjög vinstri græn, en hann hann svona top 3 skemmtilegustu vinstrimenn í heiminum. Já. Hann ógeðslega skemmtilegur. En það á hann eiginlega bara vini sem eru hægrumenn. Já, ok. Verður hann ekki bara í sama gír og þarna á ammælinu? Það var geðvíku gír. Hann algjör snillingur. Það var gaman að fá hann í þannig. Og það er engin, þess vegna var hann á borðinu mínu. Ég væri til í hann, Maradona og Louis van Gaal. Og þetta stemningin þannig að Maradona væri alltaf eitthvað að standa upp, alltaf eitthvað vesen á honum, hann var í símanum mikið að rápa á milli á klósettu. Aðeins að kíkja inn á klósett. Og segjandi örfá sögur. Svo væri Louis van Gaal alltaf að sko leiðrétta Stefán Pálsson. That's not true. It's happened 20. Og það var, nei, vel að merkja. Þetta þjóðverðirnir, ég held þetta getur í geðurspor. Já. En það enginn okkar sagði Davíð Oddsson. Dauðafæri, Crystal Palace klikka dauðafæri Crystal Palace. Muñozin. Það sagði enginn, Davíð er ekki líka, hann er kannski hættur að vera skemmtilegur. Aðeins minna en á var í ganga. Já. Ég er ekki þessir menn líka bara of ungir til að muni eftir honum. Maður að kommenta hana. Jó. Við höldum áfram menn að rífa stuðan hver myndi vinna í bardaga, Jacobi eða Kelly. Þetta er reyndar. Ég er tækjan. Ég var til reyndar bara. Ég held ég geti sækað mig meira upp, sko. Getum við ekki hendi í boxring hérna? Ég var alveg til að boxa við Kela, við tækifæri. Eða er eitthvað peningar í spilinu og ég meina, er ekki allir að græða á að boxa í dag? Jó. Ég myndi vinna Kela, sko. Seljum inn á þetta og pay-per-view. Split 50-50. Mér að Tómi, þú ert sammála því, ég myndi vinna Kela. Sko, svona sem ég hugsaði fyrst, það var... Það er svona alveg grínlaust, ég myndi vinna Kela. Ég horfði dálítið í, sko, Vesturbær Reykjavíkur versus Engihjalli Kópavogs. Það er svona sem ég er að horfa í. Ég hef gengið ekki töluvert harðar uppeldi, sko. Nei, ég á eldri bróður, 7 ára menn, hann alveg barði mig í spat. Ég var hangandi upp í 10-11 þarna í Engihjalla og það var alls ekki rugl í gangi þar. Já, ég myndi taka Kela. White privilege krakki sem það ekki, sko, bara hann lekur að white privilege. Nei, það er alls ekki hann. Er það til? Hann er í risa húsi stærsta húsi sem komið inn, sko, einhverjum 4 hæðum, mesti white privilege krakki. Hann er bara reynir að mála sig öðru. Pappi byggði það. Þetta er mesta forréttinda blinda. Pappi byggði alla lengjuna og hann gerði það með höndunum berum. Og stakk sér 70 milljónum inn á sig og spöðum á dag. Ég var til að heyra hvað fólk segir, hver myndi vinna, ég eða Keli, og ég held að fólki hlútar með mér. Það eru margir sem segja Jacobi. Já, sjálfsögðu. Bara svona okkar á milli. Ég er með Tom á mínu bandi. Ég ætla að lauma hérna 7-10 á morgun á Hamrana. Þeir eru dottnir í gang. Hvaða mark? Freiburg 2-0. Freiburg. Þetta er nýtt og snakk. Sami þjálfari, það er ykkur 20 ára eða eitthvað. Hvaða snakk er þetta? Þetta heitir Nice. Þetta er íslenskt. Bara svona pop. Drullu neðist. Mjög gott. Ég á ekki að byrja svona, þá get ég... Já, svo eru svona 2 smjattandi, sko. Svakalegu leikur ætti maður, ég var ekki um að spotta. Dortmund Bayern München. Já, voni í Vestamarsen. Menn segja típiskur white privilege Kelly að berja gaur með gleru. Já, nákvæmlega. Það er white privilege. Við myndum linsan upp á undan. Nei, ég myndi, sko, fyrir bardagan, ég lofaði, ég myndi mæta með glerugun. Ekki taka mér að vera með eitthvað linsur. Ég er líka bara, sko, ég er að horfa að killa öðrum augum núna, sko. Ég held að hann væri þarna úr hörkunni. Þetta er white privilege. Ég geti henni engi alla. Já. Þegar ég fæðist, þá eru það er ekki þess að sömu. Ég er að fara yfir á Jakob núna. Það er ekki svona sömu tökkur. Þetta er í suður hlíðunum þarna, beinturinn eða kirkjuna. Já, þetta er það. Alveg vella peningar. Hann bjó alveg einhverju rísa húsi. Ég var í 90 fermetrum, vorum 6 og hundur. Þetta er
líklega dýrasta hverfi í höllanum í vikunni, Það er hittulegt að heyra þetta. Ég meina þegar það voru kosningar í gamla daga hjá þér, því að nú kemur það mjög pólitísku heimili. Var svona að vera að fagna eða var svona eitthvað, hvernig er stemningin á svona pólitísku heimila? Því að heima á mér var eiginlega öllum þannig sama. Já, það var alltaf svona verið að pæla í þessu, en pabbi minn sko, hann er stjórnmálafræðingur, hann er doktor í stjórnmálafræði og hann er, þú veist, hann er miklu skemmtilegur en þessir fræðingar sem er alltaf að mæta í sjónvarpi og þykjast vita allt sko. Já, ok. Hann er að passa dætur mínar í nótt og hann sagði, ég þarf ekki að horfa á sjónvarp, ég sé bara hvernig þetta fór í fyrramálið. Hann er bara mjög rólegur yfir öllu. Mamma mín er gömul samfélkingakona sko, hún er alveg hörð í því bara alltaf sko. Hún myndi kjósa samfélkinguna bara svo Gunni Birgis kýs Framsókn í rauninni. Hún er Gunni Birgis samfélkingarinnar sko. Þannig að ég elst upp við það að samfélkingin sé eina vitið sko, en ég náttúrulega hef brotist út úr því sko. Já, það er bara, það er svo það er. Ég er náttúrulega að kjósa. Foreldrar hennar voru sjálfstæðismenn sko. Ingi Afi skákmeistari úr Eyjum. Sjálfstæðismæður, hann átti sjálfstæðisbind og allt, þannig ég mikið skammaði fyrir þetta. Mér langar ekkert meira en að vera bara fjölskyldu sjálfstæðismæður. Það er miklu skemmtilega, hversu gott. Já, það er rosalega gott. Bara, nei, á þessu heimili kjósu við sjálfstæði. Ég á marga vini sem þannig og þeir eru hamingjusamari. Því að þeir lifa bara við það. Þú kýst það, sama hvað gerist. Já, ég hef búin að kjósa einhverja 5-6 flokka. Já, maður er svolítið týndur svona þegar... Ég efast sem ég tekið sama tvisværi röð, sko. Ég er rosalega rótari. En ég lofa því, við kona mín erum að fara að samstilla okkur bráðlega á næsta árum. Bara velja eitt flokk til að standa með sem við trúum á og dætur okkar fá ekki að kjósa annað. Sko, þeir sem að ef það er einhver léttur og skemmtilegir sem vilja koma í sófana og er alltaf boðið hérna í Hamraborginni, það er svolítið erfitt að koma okkur inn en það er alltaf í boðið að kíkja í sófan góða. Menn að setja hérna 1000 eurur á að Jakob vinni White Privilege kela. Við erum að vera að setja hann fætt upp, ég verð með glerugun. Hvað er að mætast? Eða tekur af þér. Ég verð hér bara. Hvað var þetta? Ég verði eins og burðardýr þarna bara. Jakob, þú átt. Þú ert miklu hættulegri án gleru. Þú ert svona virkilega hættulegur. Ég vil ekki gera þetta hring. Ég vil gera þetta úti. Já, þetta verður bara götustæl. Bak við háskólabíó, var það ekki alltaf hjá? Það var iconic stuff. Það var staður, sko. Ég man, það var átt á YouTube og En þú átt kannski eitthvað kíló á hann eitthvað, eða hvað? Ég er miklu þingkeli, ég hef sagt hérna bara, ég er 62 eitthvað bara. Ég er orðin alveg skeppna, sko. Ég sé það. Reyndar ekki sögum liftinga kannski, en þú veist, þetta er maður alltaf haldandi á þessum krökkum og einhverjum pókum og eitthvað. Já, þú talar hraustur. Ég er svona, alltaf labbandi ég er í kringum 80, rétt undir 80. Já, ég er 67. 67, sko. Þú átti ekki séns, ég mynda þér þyngdina í hnefunum á mér. Ég myndi endast nokkra lotur, þá held ég að þetta væri erfitt fyrir þig. Já. Ótrúlegt vesen á Barcelona, ég sagði frá því áðan að þeir töpuðu á heimavelli fyrir Las Palmas, það eru stóru fréttir, einn leikur í enska boltanum í gær þar sem að Southampton og Brighton á heimavelli í þeim leik sáðu marki sem hann tekið af Southampton. Já. Það er ótrúlegt dæmi. Það er svo mjög steikt og þeir voru líka ógeðslega lengi að þessu. Já. En spurning... hér var þú mikið verið á Kanaríum. Já. Hvernig ertu að fíla þessar kanarísku kartöflur sem eru bara eitthvað svona hálfsónar kartöflur í einhverju saltvatni? Já, þegar ég fer á veitingastæði erlendis þá er ég mikið í frönsku. Já. Ég fengið franskar. Já, ég nefnilega er svolítið þannig líka sko. Ég er ekkert mikið sko, þó ég gefi mig út fyrir að vera eitthvað matgæðing sko. Þá er ég ekkert eitthvað franskar toppa flest, það er bara einhvern veginn þannig. Sko, ef þú ætlar að búa til fótboltamenningu þarna á Kanarí, þú veist sem er alveg einhver, ef það er að gera alveg góða, þú verður að hætta með þennan rétt. Já, þessi réttur býr ekki til fótboltamenn sko. Nei, það er reyndar dálítið að fótboltamennum frá Kanaríum. Hættu þessu. Okay. Já, hvað heitir hann hérna góði í City sem að David Silva. Já. Mér finnst þjóðarétturinn geðveikur á Spáni. Paella. Paella. Það er bara mokað í sig og maður er bara klóður í marga klukkutíma. Paella er samt svona réttur, þú ert alltaf svona, það vantar eitthvað. Já, ef það er kjúklingur, þeir eru átt að mixa þessu upp sko. Það er eitt sko life-changing dæmi sem að félagið minn sagði við mig og eftir það hef ég orðið pínu lítill í mér. Hann sagði, takt eftir því að feitir gæjar panta sér aldrei fisk á veitingastað. Og ég bara svona, af því að ég fæ mér alltaf steikina sko. Og eftir það er ég alltaf bara, fiskur dagsins á mig, takk. Og þetta var mjög revealing af því að ég var svona nýkomin í hennan klúbba aðeins þykkari manna
og Ég er svona að segja þykkur maður þekki þetta sko við lítið í fisk dagsins sko Steiki Já, eða bara club sandwich og hamburgari Það líður oft vel þar Heyri, láttum við hafa klúblókuna Heldur betur það er bara þannig en þú veist þetta er samt ekki, þetta er meitt á náttúrulega fordóma ég hef enga fordóma á fytufordóma Þú ert ekki svo keli Nei, ekki svo keli Bara við ekki rífðu þið í gang Nei, segir svona Ég minna það að Jóakim Pálsson er nýjasti subscriberinn Subscribe Hann er sá sem ætlar að vinna þetta nokkuð dagatal Mjög töffnafn Já, Jóakim Ég ætla að vera að segja þetta, gott nafn Jóakim Pálsson Já Ef þetta væri eitthvað Jóakim Ari Pálsson þá var það einhvern veginn veikara sko Nei, þetta er mjög flott svo Þetta er sterkt Hefur við átt fótboltamann sem heitir Jóakim? Nei Ert þú eini þetta með millinafn? Já, það er ekki bara Það er svona white privilege Já. Það er bara 2, við erum eitt What's that? En alltaf satt ég með iconic nafn Nú er átt á því sko. Sveinn Andri Ég er Hrafnkell Frey sko Þetta nýríka fólkið það hendur alltaf 2-3 White privilege En þetta er Íslendingasögurnar I don't like that Já, fær þetta white privilege að heita Hrafnkell Freyr sko. Það er alveg nýríkur pappi sem bara byggði heilu lengjuna bara Hrafnkell Freyr Já, með 70 milljónir í vasanum á þeim tíma sem í dag er svo 600 milljónir Alltaf með 300 skall í skyrtuvasunum sko höfblóttu skyrtunni sko En pípari samt Heyrðu, það er ótrúlega, er Tinna Alavís og félagar alltaf að spila klóðan 15:15 á lögutum þau eru að spila á móti Leganes Ég er hættur að tala þeir eru að tala fótboltalið þá sé alltaf þau eru að spila Já, einmitt Ég er eiginlega fyrsti gæinn til að gera Takk fyrir það maður Þekkið eitthvað leikmann hana? Ég þekki engan Nei, bara grínlaust, alveg, takk fyrir það Hjálmar Takk fyrir að taka þátt í þessu með okkur Er þarna Garcia einvið upp á topp Nastasic, hann spilaði hann eitthvað staðar Nokkuð vissum það Stuttgart, spilaði hann í Stuttgart Já, gaman að koma að staði Já Ég er að segja að það koma fleiri mörk í þessum Wolves Bournemouth leik Ég hvet öll til að setja á þetta Næsti 50 skrónar leikurinn minn væri sko ef væri 3 sem myndir alls ekki nenn að fara út að borða með Já Það er eiginlega betri leikur Vá, ég eru nokkur nöfn á blaði sko. En ég held við tekja það offer Við tekja það offer ég held að tekja offer líka þekkindi mína, sáu þið þarna því ég er rosalega bíkómaður Bíkó er ennblega bingo og röstn og kópós, vissu það? Já, ég hef heyrti minna staða sko og ég hef alltaf veslu við það því að það er í eigu Íslendinga og allt svona sem er íslenskt Og svona stolt í Kópavogi er það ekki líka Kópavogsbúar You call us garbage I call us patriots veist, við förum alltaf það inn Húsasmiðan er eigu Dana og Danarnir ákveða að Hjóli Hafleðarsson þeir ákveða að búa til eitthvað TikTok sáu það? Herri, já Erum búin að sjá það? Þetta var dálítið fyndið Það voru líka, þetta voru sko pillur Þetta var Erum við með þetta hérna? Það voru pillur frá húsasmiðinni Ég er ekki með að sjá þetta ég var leitið upp í gær sko Mér var bent á þetta í gær Já Eftir ykkur sniðuðu görur hana Þetta er alltaf algoritminni á búllismæður slagsmál á YouTube og að hann þetta er rugglaðar það myndi vita hvað er rugglaðar Nastasic var í Schalke, það var ekki túkar, hann var í Schalke Já, sett í gang Það er smá vesunni með hljóði þetta er í hérna húsasmiðinni Stína Bjarnason með mér í grunnskóla þetta var eitthvað nafn sem að gæi húsasmiðinni sem er koni Það er með alltaf að gera eftir Já 70.000 manns búin að horfa á þetta Stína Bjarnason í hérna húsasmiðinni Viral clip Konan er að pæling Hljóð og mynd er ekki að fara saman Gunnar Birgisstæl Er að reyna að henda þessu í gang afsækja Þetta er Gunni Birgis að stýra þessu Er að reyna að setja þetta eitthvað Þetta er Gunnar Birgisstæl Gott lagandi Já Þú vilt ekki sé einhver Steina Bjarnason í Þetta bara gengur ekki Tökum við því setni Tökum við því setni á leik Bjarnason í hérna húsasmiðinni Stráðar, við ekki taka þetta bara setni Nei Þetta er komið Það er eitt einhver gæi húsasmiðinni sem er koni Það er með alltaf að gera eftir Já, við reynum þetta aftur Aja Og sniður Varst þú ekki alltaf dálítið framalega fyrir sent Jú. Vagnunum eða Ég kefti mér G-Unit Reebok skona
og það þótti mörgum mjög svona out of character þegar ég mætti 2004 frá Miami í Reebok G-Unit skónum. Fyrstu það í Miami? Já, fyrstu það í Miami. Líka Derhuna sem ég hitti með annan daginn. Og ef þú skrifar hérna G-Unit Reebok, þeir voru mjög clean og G-Unit, geðveiki skór. Er ekki 50 sem að rauna alltaf við svon sinn? Þeir búin að sjá það? Geðveikt dæmi. Dríðu að vinna og hætta að hirða peninga mér. Ég var from day one mikil G-Unit maður og Lloyd Banks var minn maður. Ég var til í svona svitaband. Þetta líka bara geðveikt lúk. Ætlilega gott svitaband á. Þetta skóru sturlaðir. Sko Reebok ættu að sjálfsögða að koma aftur með þessu skó. G-Unit. Þetta líka pæling, þú ert á fútból, þessi svitabönd. Það er alveg pæling. Já, það mun standa að dokka á þeim. Já. Sko, hugsa ykkur, ef ég ætti þessu skó ennþá, þá ætti ég skó upp á hvað, $850. Já. Hvað er þetta að kaupa þetta? Já, þetta er rosa. Tjús Rósir er bara að fá fyrir Salomon skóna maður. Já, geðveikt. Ég einmitt í góðan. Áttu þetta svona bláa að rauða? Nei, ég er svona clean hvítir. Clean hvítir. Svona G-Unit style, þarna, þessi. G-Unit. Hérna... Nýjusti subscriber, Jökull Þór Ellertsson. Jöllarinn, Jöllaból. Þetta er Jöllari, já. Þetta er Jöllari. Heyrðu, hérna, skrifið fyrir mig hérna Shaq. Hann er þessi þennan. G-Unit, nákvæmlega. Setið hérna Shaq Reebok. Shaq Reebok. Þetta voru ofta heldur flotti skóri. Þessir eru reyndar hellaðir. Já, þessir eru flottir. Vist bláu flottari hérna sem eru hérna vinstra megin. Ég var ekki nættur í þessum. Ég var flottur í G-Unit. Þessir eru mikið fyrir mig, sko. Já, þetta fannst mér alltaf mjög svona, maður vildi eiga Shaq Reebok skóna. Og hann bjó einhvern tíðan til skó sem eru svartir með loftpumpu. Skrifið Shaq Reebok Air Pump. Þetta voru allir að pumpa hérna. Ég kefti skó 94. Þetta átt að bæta ykkur en 24 cm. Já, svörstu þarna, þriðju skónir hérna, númer 3, þessir já. Þá svona pumpaður í tunguna og fekkst einhvern veginn svona meira svona loft. Garantít 2-4 cm á stökkkraft. Þetta gæti bara muna hvort það gæst tróðið eða ekki. Sjaka takk fyrir, ég átti þessu skó hérna, var alltaf í það. Já, þú púlaði það bara. Já. Þannig að þetta voru að fara við skómálin. Hvað er uppbóls NBA skórið þinn? Nei, ég er náttúrulega býðið það vandamál að ég nota skónum með 49. Já. Þannig að ég bara triggerast alltaf því að ég er að leita mér að skóm og einhvern veginn svona fyrir vikið er ég ekki skókall svona í grunninn. Þú ert mikið í Converse, eða ekki? Þú veist Converse lukka en svo er ég bara Jordans. Það er líka bara rockara lekt, skilur. Jordans eru mikið fyrir það, sko. Þessir aðna rauðu, þessir já, finnst mér nú dálítið svona snirtulegir. Já. Algjörlega. Fyrir að setja í hálfleik í enska boltanum. Brentford er að vinna og 2-1. Crystal Palace er komið í, nei, það er ekki komið yfir. Seðli minn lukkar suttalega svo við vita. Rúni Ríg heldur, 0-0. Rúni Ríg heldur í 0-0. Bournemouth 3. Já, Wolves 1. Heldur betur. Má ég sjá, fá bardaðan í bílakjallarann í Hamraborginni. Já, þar myndi ég náttúrulega bara jarðan, því miður. Ég var á hjólabretti þar svona 70 klukkutíma. Ekki þetta er svo mörg högg sem þú þarft að koma á. Já, ég myndi held ég bara verjast og þreyta og svo myndi ég bara buffa. White privilege högg, það er nokkur þannig. Ég myndi aldrei róta hann, sko. Hvaða skilaboð? Þóruður Steingrímsdóttir er komin inn. Shout-out Þóruður Steingríms. Brentford er komið 3-1. Hvað skoraði? Sjati að skora aftur. Sko vissa... Wolfsburg 4-0 á útivelli. Hver er að þjála Wolfsburg? Sko, getið sett svona bara grænt svona check með vissa á mínum seðli. Það er komið. Í afteflið var Forrest og Ipsis lítið vel út. En Wolves aftur á móti er hægt að bæða sig. Ég ætla að vera með Dani. Ég gaf þeim svona nærbuxur í byrjun. Kili, hvað eru nærbuxur? Varst ég búin að taka einu upp úr? Jú. Ég ætla að fá þig til að fara í einu nærbuxur. Ætla að fara... Við fara núna. Afklæða þig og fara í nærbuxur. Já, ég vera mættur í þeim í seinni. Já. Í seinni hálfleik þá ætlum við að gefa hennan 50 skall frá Dynout. Við ætlum að gefa líka nokkuð dagatalið. Svo ætlar Jakob að gefa einn af þeim gamla. Já.
Það er að segja að gefa okkur smá tips fyrir kosningarnar á eftir, hvað við að kjósa og ekki hvað við að kjósa heldur, svona hvað er að fara að gerast. Það var að setja á bara. Og við erum að hita létt upp fyrir kvöldið, það er streymiðina klukkan 10, þú verður með Stefán Einari og Gísla Frey. Já, hefur einhvern tján ekki mætt á kjörstað? Nei, ég mætti alltaf á kjörstað. Ég held ég var alltaf mætt. Eina skipti sem ég klikkaði að vera í ISAF kostningunum, þá mætti ég ekki. Já, varstu þunnur? Já, þetta var eitthvað í kringum söngvakeppninu á Akureyri í framhaldsskóla. Þetta var 2011 held ég. Já. Og við bara náðum ekki að... Bara nefndir ekki. Nei. Þú er líka, þú er 91 eins og ég. Já. Ég var alveg svona, það munaði svona líklega ekki nefnt að mæta núna á fórstakostningarna núna í ár. Já, var það. Því að þetta var svo óspennandi. Fórstakostningar í Íslandi er þannig að það er enginn að hrauni við neitt. Nei. Það er allir bara svona eitthvað, já, það sem ég ætli að gera er en það sem ég finnst svona það sem skemmtilega við þær samt að það eru svo rosalega miklar sveiflur sko. Við vitum að þetta er alltaf svona malla í 5+- flokkarnir hérna en sveiflunar í forseta eru svo mikið upp og niður sem er skemmtilegt. Þetta er staðan í hálfleik, við fáum vonandi miklu fleiri mörk í seinni hálfleik, öll mörkin, allt aksjóni, allt fjörið hér hjá Dr. Fútból. Fá fleiri til að subscribe, Þórhildur Steingrímsdóttir er komin inn. Ég er að taka the Rizzler. My female fans, I love my female fans. Þórhildur Steingríms, það er þetta glæsett nafn. Já, mjög gott. Orkumikið. Þetta er alveg nafn sem þú vilt skiptast. En ég hef ekki fengið Ísak Bergmann. Ísak Bergmann. Það er engin annar en hann til. Já. Ísak Bergmann, risastótt. Hvernig fór hjá Düsseldorf? Þeir hljóta vera morgun. Hann er ekki á, ef hann er Düsseldorf, hann er bara, kannski bara undirbúið sig fyrir leikinn. Düsseldorf. Nei, þetta er ekki hann. Þetta er eitthvað annað. Hvernig staðan hjá Düsseldorf áður við förum í pásuna? Það er að standa sér vel búlistrákunni. Þeir eru klókir. Þeir eru klókir þegar kemur á boltan. Þetta er í þýsku B-deildinni. Þeir eru á morgun. Þeir eru á morgun á móti Nürnberg. Þeir eru á móti Nürnberg. Þetta er rosalegu leikur. Düsseldorf, Nürnberg. Hvaða Íslendingur hefur spilað með Nürnberg? Gunnar Heiðar. Það er Arnar Gullarsson. Nei, ég veit það ekki. Arnar Gullarsson, var hann í Nürnberg? Nei, var hann ekki í Nürnberg? Jú, hann getur verið. En ég var að leita eftir einum hugulegri. Ég veit ekki svo það Rúrik Gíslaða. Já, Rúrik spilaði. Nürnberg réttarhöldin. Nürnberg réttarhöldin. Við sjáumst hér eftir, við ætlum að fá okkur, við ætlum að slaka hans á í 5 minútur. Mögulega sendi ég Kela hérna út í búð að kaupa tónik. Er ekki gaman að ég myndi blanda fyrir ykkur? Það var að hræra. Á ekki blanda fyrir ykkur? Það væri gaman. Einn, já. Bara einfaldan, það er einfaldan. Kili. Arnar Gullarsson var í Nürnberg. Já, taktu nótu og fáum okkur gin og tónik. Til já.
Dogsson byrjaði aftur og það komið mark. Nottingham Forest eru komnir yfir í sínum leik. Chris Wood kom liðinu yfir gegn Ipswich bara alveg í byrjun. Var ekki alveg í blábyrjun? Já, 15 mínútur, víti. Já, og Chris Wood stóri nýsjálendingur. Það já. Mér skeggja, ég var að sjá það núna, var að byrja aftur hérna Wolves Bournemouth, Craig Dawson stendur sína vakt í miðverunum. Það já. Langlífur, sá. Hann harður. Ég var bara að gleyma honum, ég veit ekki með það bara. Það var vinur minn úr hérna Listaháskólanum. Hann Elvar Þorri Örvarsson. Ég nú mjög stór í Listaháskólanum. Já. Og hann er sem sagt nemi í Listaháskólanum og hann var að færa mér trefil sem var útskriftaverkefni hans og ég fyrstur til eignast þennan trefil og trefillin hún segir sögu knattspyrnunar. Það er að segja frá hinum fornu tímum til miðalda og það til allir dagsins í dag. Já, taka henni yfir. Kannski ef við tökum hann hérna aðeins yfir og ég held að, já, hér sjáu þið hvað er hérna eru konar á nútíman. 1958 kemur Pele þarna inn. Ég sé að það er þarna Jagermeister dæmið. 1992 byrja enska úrvalsdeildin. 1948 er þarna líka sem að táknar, djúli er ég alveg hættur að sjá, Adidas og Puma og þeirra mikilvægi í íþróttum 48 og 49 og hérna hinum einn, ef við förum aðeins hinum einn, þá fer hann akkurat auðvöld komið þið með restina til mín. Þetta er trefið, þannig að það er ekki að lengta á honum. Nei, þá sjáum við hér að enska knattspyrnusambandi er stofnaður 1863 og svo er það þessi rugby, þessi þarna í kringum 1100 til 1800 sem í 700 ár var virðist hafa verið spilað einhvers konar blanda af, sem er reyndar ekki rétt, ég er að bulla núna, en það var spilað, þetta var svona hálfgerð blanda af rugby og fótbolta. Þannig að þessi glæsilegi trefill sem að Elvar Þorri Örvarsson. Hvenær byrjaði að vera svona stóri Listaháskólanum? Er þetta nýtilkomið? Það er svona 4 ár síðan. Þetta gerir svolítið í kringum COVID. Já, einmitt. Þá einhvern veginn fer ég að blómstra í Listaháskólanum og Listaháskólanum af því að listamenn eru alltaf aðeins undan hinu venjulega fólki, þegar þeir eru listamenn. Þú veist, þeir áttuðu sig á því að Vókið væri búið og Dóttur fútból væri framtíðin. En ég væri til í Almar í kassanum aftur. Já, hann er að gera eitthvað annað núna. Við ætlum að sko, Mark Newcastle er komnir yfir á móti Crystal Palace og það var að sjálfsögðu Gordon sem var skorað, Anthony Gordon. Já, Anthony Gordon. Hvað vitleisa var það Liverpool alltaf að sækja inn í sumar? Bara með Gakpo og Díaz þurfa hann ekkert. Það upplöfu leikmaður, sant? Fengu Chiesa. Já, fengu Chiesa. Það ítti við hinum. Ítti aðeins í Sala. Þetta var gott mark hjá honum. Glæsilegu trefill sem hann færði mér hérna. Ég er með pinning á þessu. Newcastle. Nú ætla ég að rýna hérna í seinni hálfleikinn. Já. Ég ætla að finna fyrir því Hjörvar. Bet, sko, einhverja tvennu. 1,90 stuður, 100% ávöxtun. Ég ætla að finna 100% ávöxtun fyrir þig hér. Þetta er ótrúlega vel gott mark hjá þeim. Þetta er sjálfsmark hjá Crystal Palace. Þetta er ekki markið hans Anthony Gordon. En þetta var frábælega útfærð aukaspyrna hjá norðanmönnum. Var þetta ekki Guei? Já. Herru, við ætlum að Bristol að komast jöfull. Preston að jafna á móti West Brom. Herru, mér finnst sérstakt hvað ég er að fá lítið löf á þessa treyju sem ég er í. Ég var að ætla að spyrja hvað ákveðat í Glasgow. Þetta er Rangers. Ég er Glasgow Rangers treyju, já. En ég keypti þetta 98 þegar ég fór til Glasgow. Er þetta orginal? Ég veit ekki af hverju, ég fór með systur minni í helgaferð til Glasgow. Bara fáránlegt. Bara ég hugsaði tilbaka, hvað er ég að gera 18 ára með systur minni í Glasgow? Hvað er hún þá gömul? 24 eða eitthvað. Já, þið tvö bara systkinin. Mjög skrýnir. Svolítið sérstakt. Mjög sérstakt. En á þessum tíma hafði enginn svona jafnaldri maður eftir að fara eitthvað til útlanda eitthvað, þú veist, á 100 skall og það voru marga vaktir á pítsunni eða eitthvað pítsustað. Þú veist, þú taka marga vaktir á Dominostíð svona yfir 100 skall. Já, og er þetta treyjan sem stendur upp úr á þessari ferð? Já, eiginlega. Treyjan er svona minnisvarð ferðina, sko. Gott sískinasamband. Já, en sko, ég nefnilega í seinni tíð
ég var alltaf Celtic maður. Ég finnst ég eiginlega að vera orðin sko reynsismæður í dag. Ég er meira reynsismæður sko eftir að Gerrard steigað inn og einhvern veginn lyfti svo upp en Ég er Celtic maður. Þú ert Celtic maður. Já, út af IK og Jónas Eðvaldsson var náttúrulega fyrsti heiðurs félagi IK og þess vegna voru spilaði liðið í þverröndótt, grænt og hvít. Má ég sjá, we love you too, Hjöpi, Helga Lind Pétursdóttir. Það eru konundar, það eru þessi kvenkynsatund, það er mest rising hópurinn minn. Það eru konundar. Það er eins hjá mér á X977. Ég er að finna þetta líka. Ég er að fara að gera thong núna fljóðlega. Thong. Það verður alltaf, því ég er líka Cisco maður, sko. Já, einmitt. Thong. Og Cisco er bara, ég er eiginlega King Sing investor nummer 1 í Cisco. Já, hann var stórinn á Íslandi í 90-sinu. Já, þetta er Millennium. Millennium, já. Það voru allir Will Smith menn. Já, þú var Cisco. Já, ég veðið á Cisco, hann var ekki með mörg góð lög eftir þetta, en það voru lög sem mér fannst góð. Já, ég sko þó að fullir það, en þetta í dag, í bólabásnum í Kólaportinu, er þetta að fá Cisco bóli. Þeir hafa bara verið harðið með það núna í 30 ára. Það er að kíkja á þeim. Þú ert að kíkja á það Cisco. Kólaportið að fara að kera Robert Pettersson, allir þetta Alexander Pettersson. Robert Pettersson. Nei, ég held að ekki skilt honum. Það var vonað. Jú, ég minna Það var nú gaman að koma að staði. Hvað hérna, það er Lukas sem er í rammanum. Þú veist, ég var að pæla á hann Annarsson. Það er reyndar alveg góð pæling. Já, við þurfum að kynna okkur þetta. Robert Pettersson, þetta er leikmaður fæddur sem er í Mítas, fæddur 1998. Kemur úr þessu öflugu unglingastarfi Þróttar. Já, það var hann ekki. Það er hérna Einn af fjölmörgum. Heyrðu, ég var með hennan leik þar að segja 50 skall á Dynout fyrir þann sem kemur með besta Borðið. Hvað var þið? Já. Og skoða, sko, við völdum 5 út. Já. Ég ætla ekki að segja að ég hafi valið þetta og Bullis. Það var eitt annað sem með Rósu Ingóls á borðinu, muni eftir henni. Nei, ég hef bara heyrt hana. Hún var einu sinni nakin í baði, svona á einhverjum baðdögum hjá Bíkó eða eitthvað. Okay. Það var mjög augrandi á þeim tíma. Fyrir mín tíma. Og hún var mögnuð, mikil vinkona Hemma Gunn og þú veist svona algjör stjarnat. Bristol hættum að pæla í þeimleik. Hér eru þessi fjóri, það er Hjörtur Freyr Garðarsson sem skilnaðarbarn eins og Gunnar Birgis. Var ég mest til að fá mömmu og pappa aftur við saman. Er ég eina skilnaðarbarni við þetta borð þér? Er þú á brotnu heimili? Ég er á þess að viðkvæma aldri 19. Ég er á bara allra viðkvæmast aldri. Mönnbrótið heimili. Það var mikið fyllir í aðra eftir þetta. Já, það bara tók við þarna bara 20 aldurinn eins og hann laði sig. En svona sérstateknir að vera komið bílpróf, komin á flegi ferð í lífið og svo bara einhvern veginn þá er ákveðið að... Já, það var þægilegt að einhverju leiti að því þá fór ég bara með mömmu og fórum bæði í háskólan, sko, tvítugt, þannig að... Tommi fóð pynt í námslán. Nýkomið bílpróf og... Já, það var fyrsta námslán. Mikið drukkið, jafnvel að keyra full. Nei, af því að út af því og ert að, þú veist, frá Suðurlandinu og gaf ég mér alltaf að þú væri frá... alveg heimili, en það er brotið. Já, það er nefnilega brotið. Anton Sverri Jensson, mikil tóttunarmaður veit ég, vil fara í gír í bland við Sveppa og svo Ronaldinho sem vælkart. Það er bara skemmt. Já, ég myndi ekki treysta mér með Ronaldinho. Nei, ekki heldur. Ég held að það sé allt og mikið vælkart. Það er allar áttir. Já. Nú, Hafsteinn Svanberg, hann vildi taka Lísu Ann, Brandi Love og Ava Abendland. Sko ekki... Hvað konur er þetta kynni? Þetta eru konur sem starfa í ákveðnum miðnaði. Já, hvað er þetta klámiðnaði? Já, klámiðnaðinum jafnvel. En þú getur litið á klámiðnaðin, fyrir mér er þetta bara leikonur. Áhrifavaldar. Já, þú veist það er að leiki fullt af frábærum atriðum. Takk fyrir að segja það, Kili. Ég ætla ekki að hafa áhrif á val doktorsins en ég hef nú alltaf gaman að því þú veist þegar menn er að velja 3 ofurkonur en ég ætla ekki að hafa neinn áhrif á þetta. Nei, ég Eiríkur Ari Eiríksson, hann segir Donald Musaf Akon og Donald Trump. Þetta er gott pikk, Akon. Man væri hugsaði til að hafa Usher. Já, Usher, já. Ég tæki alltaf Akon. Já, ég er líka Senegalinn geði því. Davíð Örn Svavarsson kemur svo með sturla 3 Auðun Blöndal, Davíð Oddsson
og Hemmi Gunn Þessi hendi Davíð Oddsson geggjaður grín á tandur hreitni í íslensku Lónsinn heyrt tandur Það er þið skellir hleið þarna, grunna mig sko Já. Það er alveg skellir hleið Sko, Hemmi myndi alltaf hlæja langt mest En sko þeir eru líka allir með svo smitandi hlátur að allavega sko Davíð Oddsson hlæri ekkert mikið svona upp á Nei, en hann kemur góða brandara En Öddi og Hemmi Gunn bara, þú bara hlærð bara við að hlusta á það Blöðurinn væri að stýra þessu, dálítið sko Hittir þú Hemma Gunn? Já, þínu á svona þínu fjölmiðlaferli? Herru, ég á, hérna, við getum kannski spilað á eftir hérna, ég á símat í Hemma Gunn Já, einmitt þar sem ég var dengsi að tala við tók dengsa á hann alveg svoleið sko, hann sagði, herru, þetta er besti dengsi sem að því það er eitt af þessu dóti sem ég sérhæði mig í Það var þitt sérsvið, voru 2-3 lattakarakterar, það ekki? Latt, þú og þín saga og latta enda það ekki eitthvað illa Herru, við svona spinna þessu spinnum þessu, hver vinnur þetta, er það Anton Sverrir Það er spinner, já Ítum við á spinn eða hvað gerum við? Klikkt úr spinn, á spinnum við þetta Hjörtur Freyr, Eiríkur Ari, Anton Hafstein, Eiríkur Ari Ég get klappað fyrir þessu Hvað borðar hann með? Strákurinn ungi Hvað borðar áttur Eiríkur Ari? Eikon Hann átskilið Á með Músaef Fyrst að Hafsteinn tók þetta ekki þá var Eiríkur Ari skilið Músaef væri farin að útdela skartgripum hann Spáði hvað hann er óæpinn, hann hefði getið orðið Eiríkur Eiríksson ákvað ekki mamma sem henda þessu Aranafni Þetta gerist oft þegar menn eru nefndir eftir föður sínum sko. En Eiríkur Ari bara Eiríkur Eiríksson þú átt 50 skall hjá Dærótt, getur fara út og borða hvað sem þú veit 50k það sem ég fattaði upp á Þetta er eins og Young NASA Arnar Ingi Ingason Þetta er Ingi Ingason Why? Því pappi vildi hann heiti Ingi Ingason en það var fundið eitthvað svona Wolfsburg er komið í 5-1 á útivelli á móti Leipzig hver Jürgen Klopp bara að taka við Leipzig, maður veit aldrei allt í tómu tjón eftir hann mætti í orkudrykkina Nú, já, Eiríkur Ari Eiríksson til hamingju með þetta, ég var rosalega hrifinn að þess að Hjörtur Freyr Garðarsson sagði að eina sem hann langaði var að sitja aftur með mömmu sinni og pappa og kannski bara fá Gunnar Birgis með þeim Þetta er ástæðan okkur fyrir því að við Gunnar Birgisson náum svona vel saman Við erum alltaf báðir skilnaðarbörn svona seinni tíðar skilnaðarbörn bara brotin heimili Brotin heimili, Newcastle voru að berga á línu alveg ótrúlega hlutur að gerast á Selhurst Park eitt félagi minn þegar að hann skildi þá ætla hann að hafa Það er víti held ég Nottingham Forest Nei, það er ekkert víti hann hljópaði á sig Nei, félagi minn var að skilja þetta núna fyrir nokkrum ára síðan og hann ætlaði einhvern veginn að hafa það hann og konan eru þess alltaf samar á jólunum fyrir börnin það er ekki ein jól Það er alltaf ein jól Svo var annar aðilinn byrjaður og með einhvern annan maka og maður voru ekkert að setja sig við að mæti eitthvað svona dinnur Ég veit einn sko sem átti 2 fyrirrúnandi konur og var með einni konu hann bara tók þær allar saman á jólunum sko. Það var bara 3 saman hann bara Já, það er ekki góða pakka fyrir þær allar Já, það er áhugaverður leikmaður Það var allavega ekki pappi Tomma og Gunnar sko. Þessi sniðu kallar hann í húsmiðinu við slúum kíkja hvað það voru að gera þeir eru voða sniður hann í húsmiðinu Þannig eru náttúrulega fíblast þetta er ekki eitthvað í alvöru spjall bara þreytt einhver gæi í húsasmiðinu samfélkinga allt í línu Steinar Bjarnason, Gurri vill fá þig núna á laugardaginn. Gurri, er þetta skota mína konu á Lemon? Nei, vonandi ekki Er þetta ekki Gurri í Biggest Loser? Konusveita vill fá þig á föstudaginn klukkan 4. Ertu til? Til. Geggjaður. Ímir, Hall Tómasson hringja vill fá á sunnudaginn. Ertu til? Fórsetan? Heldur betur. Ok. Dóri, main man. Það er engin annar sem getur gert það nema þú. En Konung Sjöpa K vill fá þig. Aftur? Eftir korter, ef þú getur. Ok, ekki mál. Takk þú gerir þetta með. Gera. Elsku gælskunum mína. Sko, það fara bæði sko að taka 50 cent, slá opnur úr höndana þér og svo fara þér gamla nikkið, Hjöppi K. Já. Þetta eru sniðustrókar, þetta var flott hjá þetta var skemmtilegt, þetta var þeir hafa lagt helling í þetta. Kevin Sjate kom með þrennu, sé það hér á chatinu góða að það er komin þrenna og Sjate Þetta væri svona fancy pick á mér einhvern veginn, en ekki með hann. Nei, ekki með hann vissulega 4-1 fyrir Brentford. Nú, já, það er rólegt á Spáni,
þegar leikirnir að enda í Bundeslíkunni þar sem að Freiburg vann Gladbach 3-1, Leipzig tapaði heimalli 5-1 gegn Wolfsburg, 5-1 á sigur hjá Wolfsburg, Union Berlin 1, Bayer Leverkusen 2, Werder Bremen 2, Stuttgart 2 og svo á eftir leikur Dortmund og Bayern. Der klassíker. Der klassíker. Einn allra flottasti leikurinn á dagatælinu á hverju ári. Ég var með augun í lundurum. Ég svo svektur yfir svo lesterdæmi sko. Jakob, þú lítur út fyrir að vera með háskólapróf. Já, ég veit það. Ertu með háskólapróf? Nei, ok. Ég eins og þú, við byrjuðum í stjórnmálafræðinni. Ég verið gáða maður. Hvað fannst þetta skemmtilega kosningabaráttu í ár? Já, sko, meðast miklu skárra en síðast. Því að 2021 við erum að muna það sko, það var eitthvað COVID eitthvað svona sem ég ennþá í gangi og bara ríkisstjórnin sagði bara kjósa okkur aftur og Framsókn vann eitthvað og það var ekki neitt rætt nema COVID og Alma og Víðir og eitthvað. Já, Omikron, afbrigðið. Já, og þetta var alltaf eitthvað svona, já, SR2 eitthvað svona, þú veist, þetta var bara umræðan sko. Þannig að núna allavega að vera að ræða einhverja pólitík, en þegar þetta svona snarft sko, það var engin aðdragandi. Það var ekkert svona kannski mjög djúpt en samt, þú veist, fullt af hlaðvörpum og ég er búin að sjá alls konar fólk vera að tala saman einhverja stjórnmálamenn hitt og þetta. Mér finnst það fín barátta. Mér fannst það stemningin að fá bara svona 6 vikna fyrirvara, fóru allir í startholum. Bara eins og Ásmundur Einar, framsvonarmaður. Ég hef aldrei séð hann í einhverjum rifrildum við neitt. Ég hef bara séð drottningaviðtöl við hann þar sem hann að tala eitthvað að hann hafi búið í Noregi með mömmu sinni. Núna var hann bara mættur með Snorra Másinni bara að rífast við hann í klukkutíma. Já, gott stöf. Eitt besta hlaðvarp sem ég hlusta. Þú veist, þannig að það var gaman, skilur, maður sá svona, sko. Já. Það er bara hlaðvörpin að gera það, sko. Já, hlaðvörpin leika sér median í vesinni, eða? Já, hún í vesinni, sko. Rúf þú veist, þeir eru ofkúaðir til að gefa öllum sama tíma og svona, þannig að það verður ekki einn skemmtilegt, sko. Heldur betur ekki. En þú veist, þetta er skemmtileg bara fyrir þá sem að nefnda að hlusta á hlaðvörpum þetta. Já. Fyrir bara alveg óbreyttan venjulega mann sem nennir ekki pæli í þessu. Ég veit ekki hvað var gaman í þessu. Það er ekki mikill varnarleikur. Það er ekki TikTok. Já, það var sko að Halla Tómasdóttir, hún braut TikTok-leikin. Það er að segja að hún var að fórseti á TikTok. Það sem mér finnst alltaf margir einhvern veginn vera búin að vera alltaf elda það. Halla Tómasdóttir, hún gerir frábært hluti á TikTok. Það var allir flokkar að reyna að vera með eitthvað TikTok-leik. En kannski var það þannig, Tómi, að því að þú þekkir nú fjölmiðlaumhverfið, að mikið af þessum auglýsingaslottum hafa bara verið upptekin. Það er að segja Black Friday og Cyber Monday og allir þessu dóti. Að mögulega hefur ekki verið auðvitað að auglýsa í sjónvarpi núna í ár. En sko, frjálslyndir flokkurinn, heitir hann ekki? Henni er Ingu Sæland, hvað heitir hann? Flokkur fólksins. Ég hætti á ég að vita. Sko, þeir eru oft bara með eitthvað 4 mínúna auglýsingu. Maður fekk sér bara sæti og svo bara 5 mínútur setna var ennþá Inga Sæland er bara svo mikil meistari, þú veist, hún er ekki með eitthvað svona eins og allir stjórnmálaflokkar með eitthvað svona svakalega yfirbyggingu, eitthvað stórt hús utan sig og var í þessari skrifstofu hérna, sko. Já, og bara eitthvað 10 starfsmenn fyrir flokkinu og eitthvað. Það er bara ekkert kjaftaði, bara sonurinnar og frændinar eða eitthvað, þeir eru með smá pening. Hún er bara í einhverju skrifstofu, síðan bara dælur hún auglýsingar. Það kom daginn einhver greining frá einhverju birtingafyrirtæki eða eitthvað, hvað það verið eitt á metamiðlunum. Þú veist, ég man ekki hvað næstærstur Framsókn eða eitthvað með, þú veist, 1,6 eða eitthvað. Það var bara flokkur fólksins 4,2. Ef þú væri prinsipflokkur, íslenskur flokkur, þá myndir ekki setja krónu í útlenskar auglýsingar. En þetta sýnir okkur þessi stjórnmálaflokkar, það er engin með prinsip. Ég myndi kaupa upp bændablaðið. Ég myndi gefa út bændablaðið sem væri ein stór auglýsing. Já. Ég myndi bara hafa það sem svona yfirlýsta stefnu að koma ekki nálægt erlendum. Var engin flokkur sem keypti auglýsingar hjá þér í ári? Ég bara býð ekki upp á. Ég bara segi nei af því að við erum ekkert í þessu. Nei, akkurat. En þú veist, þú ert líka bara að bjóða upp á kosningakvöld og þess að það. Ég veit, og svo stuðar á fólk að því er svo mikill vinstri greitt samfélgingamaður. Já, ég veit það. Í svo langt til vinstri. Og það er stuðandi. Það stuðar að vera langt til vinstri. Það eru þessir hægri menn, þetta stuðar þá svolítið. Ég keypti hött á 4-3. Það eru jullukallarnir og það er auðvitað að díla við þá. Muni að shit-scrapa Dóttófútból. Já, þetta er búið að vera bara nokkuð snörp og ágætis kosningar. Þegar ég var lítill þá bara kosið alþýðubandalagið á mínu höfili. Alltaf. Allaballanir. Það var bara alltaf. Og ég man eftir hurðinni annarkvort í herbygginu mínu með brómis, þar stóð G.
Og var þetta það stóri, var þetta framsókn, og Alþýðubandalag? Já, Alþýðuflokkurinn var líka mjög sterkur. Svo var Alþýðuflokkurinn. Já, með Jón Baldvin. Já. En Ólafur Ragnar var kóngurinn í Alþýðubandalaginu og hann var með síðan Robin í Svavari Gessinni. Já, þessu geðvið. Það var bara... Blessu sem minning hans. Það teimi, sko. Blessu sem minning hans. Það voru Batman og Robin. Svo voruð með Hjörleif Guttormsson sem var algjör bálur líka. Það nafn. Hjörleif Guttormsson, sko. Þannig að þú áttir eiginlega ekki breyki þess að gæja. Hann bara eitthvað stærri landvernd núna eða eitthvað, bara alveg illa fersk. Svo var það hann fyrsti umhverfisráðherra, veitir hvað hann heit? Hann heit Júlíus Sólnes. Já. Við gáum ekki mikið verið það embætti á þeim tíma. Við gerum það ekki ennþá þetta. Nei, það virðist ekki verið. Umhverfismál borgi ekki reikningana. Nei. En svo við segjum stundum. Það nákvæmlega þannig. En það sem borgar reikningana að betta á Epic. Og ég ætla að setja á Der Klassiker. Getum við gert það á Borussia Dortmund á móti Bayern. Ég ætla að segja Harry Kane skori. Ég ætla sko nú, ég nenni ekki að bæta í gegnum þjóðleikur. Nú ætla ég að setja hérna bara mitt og ég ætla að græða peninga fyrir kvöldið. Bara gamlega góða Harry Kane. Já, hvað stuðlan á það? Harry Kane? Það er bara eitthvað 2 og... Nei, það er bara 1,87. En hann skorar alltaf. Já, hann skorar alltaf. Bundesligaen. Hann er að fara að setja hann. Þeir fá eitt víti, það var eitthvað dodgy víti sem þeir fá. Það væri samt gaman að setja bara á að... Ég ætla að setja þetta. Kossum á þetta, heldur betur. Má sjá, endilega haldið áhrifum að vera líflegir í tjattinu. Verið þið líflegir í tjattinu, elskurnar mínar. Við fyrir fljótlega að draga út nokkó dagatalið. Og, er það í gegnum subscribers? Það er gegnum subscribers. Og Tumi Þorvarsson. Það er ekki Tumi Þorvarðarsson. Þorvarsson. Þetta er bara svona, þetta er Alþýðubandalag. Er þetta ekki hákaðingur? Shit. Þetta er eini sanni. Maður sem stál boltanum móti blikunum, maður rísinn dundraðanum í markið. Sem endaði fyrirlega að segja Þórsson Völer hjá Breiðablik. Það var sendur í HK. Tók hann bara hérna. Sem við gerum oft þegar við erum ekki sáttum með leikmenn og sendum við á HK. Völerinn. Það er vel gert. Jóla. Þetta með húba búba. Er þetta gett fyrir börn eða er þetta gett fyrir ykkar aldur? Ég veit ekki, ég er ekki alveg náðu tjúpir í þessum. Það er svo mikið að barnatónlist búin til fyrir eins og Pollapunk. Þetta er barnatónlist fyrir fullorðna karlmenn, sko. Þegar þeir fóru í Eurovision, þetta voru allt skeggjaði menn sem voru bara kýs Pollapunk, það voru bara miðaldra gaurar sem komu þeim út, sko. Ég ætla ekki að taka neitt yfir 25 ára alvarlega sem er að hlusta jóla með húba búba, sko. Þú setur samt virðingu á það. Nei, ég þarf að taka hart stans sem verndari roksins hérna og ég get ekki sagt þessi stefn því miður. Heldur betur ekki. Við erum að vonast eftir fleiri mörkum í enska boltanum. Staðan þannig að Wolves 1, Bournemouth 3, Nottingham Forest 1, Ipswich 0 og svo er Newcastle að vinna Crystal Palace í Lundunum og annars er líka í vestur Lundunum Brentford að vinna Leicester 4-1. Besta umferð haustsins. Þetta er einn allra besta umferð haustsins, Epic og allur sápakki. Shit, það er sko einhverja gömul mörk hérna. En já, Eyþór Völer er hérna sveika hendur og allan pakkan. Það er bara flott hjá honum og það gengur vel greinlega. Já, heldur betur. Og sjáum að við býðum eftir fleiri mörkum. Búlis er að sína mér alls konar dótið. Þetta er ný tegund af tónlist, svona fótboltapopp, sko. Þetta er eins og handboltarokkið, þannig að Jói P. og Crowley og þeir. Já. Svona handbolta... Nei, það er ekki handboltarokk. Handboltarokk er meira svona Creed og... Nickelback, Three Doors Down. Þetta er svona nútíma handboltapopp eitthvað. En þeir voru alltaf í handboltanum Jói P. Já. Crowley hefur ekki verið handboltar. Spila, það er sem Chamberlain. Já, hefur ekki getað tekið hotnið. Bróði Crowley er góður í handbolta. Já, bróður hans. Það er í hotninu í haugunum, held ég. Herri, hérna, Jón Kari fæði kannski stóru rauðinsklösin, risastóru rauðinsklösin. Ég ætla að fara að blanda gin og tónik fyrir strákana mína. Heyrðu, hver var að setja hann? Strand Larsen aftur. Strand Larsen að minka munin fyrir Úlfana. Strand Larsen. Ég er með peninga á Úlfunum, sko. Þeir eru að fara að taka þetta. Þá er ég að fara að hendi 2000 €, sko. Já, Tommy, hvernig myndir þú fagna marki sem myndir sko að minka munin í 3-2? Hvernig gerur það? Ég var náttúrulega strækjur í yngri flokkunum. Ég var dálítið svona Alan Shearer sko steit á hnefa. Já. En þú ert að minka munin í 2-3? Já, það sækja ég boltan. Bara sækja ég boltan. En
tekur ekki eitt svona upp í stúku? Jó, eitt upp í stúku. Ef ég jafna, tek tvennuna, 3-1 í 3-3, þriðja, þá tek ég þóttuna hérna. Droppa? Já, ég var dálítið hér. Concord þóttan, sko. Já, en myndir ekki sína metnað, jafna 3-3, taka fagnið, samt náðu boltan, sína, hann ætlar að vinna hann leik. Hann ekki sáttu við 2 mörk Seta boltan undir ból, hlaupa. Það eru margir sem vilja fá að sjá, látið mig vita á chatinu ef þið viljið sjá Dr. Fútból nærbuxnar og kela í þeim. Má sjá, já, ég ætti ekki að gefa fólki þetta. Nei, það þarf að koma fleiri subscribers, látið heyri í ykkur. Má sjá. Aron Kári, shout out. Ef þið náðu að heyra, láta heyra nógu vel í ykkur, þá erum við að fara að fá white privilege í Dr. Fútból nærbuxunum. Ég er að horfa að kela bara allt örum en ég hef gert allt mitt líf. Hvernig fílar það með þetta skegg, þetta ekki hart eða? Jó, þú er góður. Mér hefði fundist það hart. Gamli kynni. Ég ætlaði að rækja mig í gær, konan var trillt, en ég finnst þetta svo hot, sko. Já. Konan að fíla skeggið. Þú ert nefnilega einn af þessi gaurum sem felur góðu rótina. Má sjá, það nóg að gerast hérna í þessu öllu saman. Menn að setja W, hvenær restock á White Smoke gúlpunni? Shit, they're asking for restock. Það að skoða þetta. Saka þrenna á eftir. Herru, má ég sjá. Enn eitt vítið í Bournemouth Wolves, Herru, Tumi, tjekkum á Tuma hérna, setja hann á skjáinn. Tumi Þórðarsson, sjá hérna, tekur hann, tæklar völerinn, heyrið boltan. Þetta er BOOM! Wow, BOOM! Er þetta stóru hveragerði? Já. BOOM! Þetta er alveg skrokkur. Einu stóri gaur og hveragerði sem fór ekki í körfubolta. BOOM! Þetta er skrokkur. Það er ekki rétt hjá þér, Kili. Nei, Hafsteinn og bróðirinn. Tvíburarnir í blakinu, þeir fóru í blakið. 2 metra Seinir Aldísar eða ekki? Jú, þeir fóru ekki körfuna. Kili, það eru margir að biðja um að sjá þig í Nærbuxunum. Ég til, já. Það verður að biðja um það. Rétt að segja, má ekki aðeins, má sjá. Jú, mátt alveg hvað leðinni, skilur. Ertu með semi eða? Geturðu Hann er með semibónir hérna bara. Og fyrir þá sem að vilja meira, þeir geta að fara á Keli 1991 á Only Mér er svona Ég er með svona hernastráður. Já, hvað þú ert alveg skorinn maður. Mér er alltaf því blöskrar, sko. Mér er alltaf því blöskrar. Hann er með semi, sko. Hann er sterkur. Hann er náttúrulega mála, hann er að vinna upp fyrir sér allan daginn meðan þú er bara eitthvað að slaka á. Já, bara lapp í búðina og eitthvað. En hvert högg telur frá Jakobi Birgisson? Já, sko, málið er að einhver svona lína vinnur mig ekkert í bardaga, sko. Fáum hér glösin. Hvert högg telur? Hvert helvitis högg telur, það breytist seint. Já, sko, líka eldri bróður minn var ekki bara að berja mig, sko, hann var líka að taka svona jiu-jitsu lása á mig, skilur. Prófa aðeins að kæfa mig, þú veist, aðeins svo lengi, skilur. Byrja, er okkar maður... Ég held að Klauvert sem var þrenn á vítum, sko. Er víti? Já. Taktu vítið meðan ég hérna... Hver er að fá víti? Það er bara Klauvertin. Nei, tjöfn. Það er bara 3. vítið. Það er þreyttur á þessum maður. Ekki það er eitthvað fallegt við að sjá Bournemouth taka leiki en þú veist, ég einhvern veginn... En hérna, Jónkari, hvað með stóru flöskur á borðinu? Bournemouth, ég held ég að koma þangað, sko. Þetta er Suður England. Það er kírópraktor bær. Íslenskir kírópraktorar fara að læra þangað. Er kírópraktor nám? AK Rich byrjaði í námið þarna. Einmitt. Aron Kristinn í Clubbed Up. Er þetta víti eða? Já, Klauvert er að fara að taka þrennu. Og Jose Sá er í sko einhverju alls konar vissinni sem mér. Hann er bara að fara að gráta að neina á vellinu. Jose Sá er aðeins búin að skýta á sig í þessum leik. Hann er bara að drullu upp á bak. Er hann að taka taktíkin eitthvað að þykist vera alveg brotinn svo hann klikki? Ég vildi gott að fá svona ókeipis trenn. Bara 3 úr vítum. Trenna á sífið, sko. Abbi skúraði þrennu. Já. Patrik Klauvert bara ha. Nei, ég meina, eru svona menn ekki alltaf með í dílunum sínum líka á... Já. Klauvertin tekur trennu. Tattu hverna. Tattu gefið. Mómentið er farið. Settu... Klauvert! Hollendingurinn ungi! Gamli maður setti aldrei þrennu í Premier League. Gruna mig. Nei, ég meina, eru ekki allir með inn í dílunum sínum eitthvað? Þú getur þrennu og fara bónus? Já. Paldið að hann er bara að taka inn bónus núna á móti Wolves. Já. Þetta er ekkert gamli góði 5.000-kallin í vassan sem er takkið bónus á þrennu. Sko. Það er bara per mark, þá er alltaf bæta þessi í launin. Sko.
Moses Sa, hann tók þetta viti líka sko. Fekk það dæmt á sig. Já, setjum aðeins meira hérna. Hvernig gin ertu með hérna? Þetta hérna eitthvað svona Tenerife Brockmann-skinn heitir þetta. Já, ok, Brockpans. Sjáum til hvernig þetta fer allt saman. Ég nefnilega sko, ég er alveg GOT maður en ég hef aldrei verið að blanda þetta eitthvað mikið sjálfur. Nei. Hjör er frægur fyrir sinn GOT. Já, það einu sér besta. Jú. Þannig að maður er spenntur. Þetta er náttúrulega algjörlega hættileg. Orange Peel. Búið með marga bjóra, Tommy. Spurningur innri Njarðvík. 2 er það ekki. 2 ég held það. Bara Þessi einstaklingur held að væri búið með svona 10. Ég held að þurfum að láta Eldon henda öðrum bjór á TS. Já, það reyndar væri vel þegið, sko. Jacobi. Að Við getum fleikt á því á meðan að hann gerir GOT. hafa þetta svona tveggjadrykja. Dæmi, við erum alltaf með 2. Ég væri til í að fá Tomma til að tjögga. Lekanes konur yfir maður. Ég væri til í að fá Tomma til að tjögga Jóla. Sko, Ég segi kommentið að þið viljið að Tommi tjöggi. sko, fyrir áhugasama þá mæli ég með að ef við horfum á þetta í YouTube eftir á, ef þið fylgist með fyrsta bjórnum, hann var svakalega snöggur niður og hann var alltaf eitt tjögg. 2-3. Nei, en sko, Ég myndi halda svona innan við 40 sekundur var hann komin virkið hingað. kommentarkerfið að þið viljið sjá alvöru Tomma Steindors tjögg á jólabjörnum. Sko. Ég vil fá jólabjörns Já. tjögg. Það er það sem ég vil. Ef það er eitthvað hype fyrir því þá mögulega er það möguleiki sko. Það væri geðveikt. Það verður þá að vera real hype. Það verður að vera alvöru hæp til að sjá Steindors taka hellu. Renninu niður. Hellu, eða þú voru að opna fyrir mig líka. Já. Hjörvar er að gera GOT. Hann er með orange píl. Nei, ég er með hérna greip. Hann er með greip píl. Hann er að blanda þetta í stór vinglös. Ég er ekki hrifinn af þessum fiskabúrum. Ég vil hafa þetta long glass. Já. En mér finnst vinglösin bara fín í þetta. Já, ég bæði með þessi drykkir og eitthvað svona fancy bjórar. Mér finnst gott að taka þetta í þessum rauðvínsglössum. Það er snirtilegt. Takk fyrir. Kæra, takk fyrir. Þetta er svona, þá er það tónikið góða. Franklin. Premium Indian tonic water, sko. Hvað er kommentarkerfið að segja eitthvað um TS að fá hellu tjögg? Ég veist Heiðar Antonsen í þessi subscriber. Ég bara Sé ég. Ég nefnilega hef enga tilfinningu fyrir því hvort að fólk vilja það ekki. Ég meina, ég er bara hérna, ég segi bara, ég treysti þjóðinni, sko. Hvernig er þetta? Sko, ég Er ekki skal... ákveðið tricks með flösku? Er maður ekki svona snúa á Jó. eitthvað? Já, sko, ég ætla að gefa þeim, ég er búinn með flösku hálsinn, hann er bara hérna í topp hér. Erum við að fara að fá tjögg, í alveg? Já, ég skal bara taka þennan niður, ég ætla að setja þetta á svona 250 millilitra. Það er ekkert meira það og það rennur nú bara voðalega. Ok, og við erum með kameran á honum, við ætlum að fá hann til að tjögga. Þetta er hellu tjöggi, svona lærði hann að drekka bjór. Þetta er það sem að pappan svo er að gera. Þetta voru 2 sekundur max. Gauður, þetta var rosalegt. Þetta var tjekknest, þetta er hann tjekkneskur. 1 fyrir tekki. 1/4 tjekki. Ég táraðist aðeins við þetta. Þetta er... Því sko, Tókjað. þetta lítur út fyrir að vera sko áreynslu laust, en... Nei, þú veist, þetta er bara vond. Jacob. Þetta er bara vond. Nei, ég er bara með. En þetta er túborgin Jóla, þannig að það er... Þetta lukkar alveg, sko. Svona, erum við hérna yfir. Þetta er þessi frægi GOT Hjörvar Saflaðarssonar. Ef þið eru ekki mann að hlusta á bragðheima viðtali við hann, þá verður það að hlusta á það. Það er kona mín að spyrja hann spyrjunum úr. Kemur í ljós, matgæðingur sem fíla franskar. Já. Þetta er alvöru Það GOT. matgæðingur fílar ekki franskar. Segðu þau. Skála? Herru, já, skál. Skál. Má sjá. Skál. Ég væri til í svona boomerang dæmi, sko. Passi ykkur að hella ekki á mixerinn. Herri, sko. Svakalega er hann og góður hjá honum. Já, þakka. Vá. Ólafur Kristinn spyr, er Hjörvar búinn að ná sér eftir að hafa verið skólar á KFA á fallegu júníkvöldi 1998?
á Eskifjarðarvelli þegar línumaður Róbert Gunnarsson var með hreint lag í hinmarkinu. Ólafur Kristinn, skoðaðu hvernig seinni leikurinn fór og tjekka á If I Got My Revenge. Mad respect á Steindórs, menn frá Hellu eiga sturta ofan í sig. Já, einmitt, já. 270 millilitrar á 2 sekundum. Helga Lind Pétursdóttir segir Ég var til að sjá Steindórs tjögga annan sko. Nei. Ég vil fá hann til að tjögga annan segja ef að Hella biður um það þá jafnvel sjáum við Steindórs tjögga annan því að nóttin ung, þetta kostninganótt hún nefnilega ung og þá þarf maður að passa sig og hún afinn, kjörstaðir eru opnir mæta að kjörstað út af því að munið það gæti verið fólkið að núti sem þið hatið sem þið þólið ekki sem að kjósa eitthvað allt annað en viljið fá yfir ykkur þá verðið þið að mæta kjörstað og kjósa gegn þeim sko. Og þetta bara, maður verður alltaf eins og fíll þegar maður talar lýðræðið en við erum bara heppnir, við getum kosið hérna 4 ára á fresti, ef ekki oftar mæta kjörstað eftir þennan þátt, ekki fyrir hann út því að þið gætu síðan Steindórs taka annað tjögg við erum með G&T það er best að gera en hérna, Tommi, hérna af því að þú ert svo ungur, þú skilja át 19 ára það er þá eftir hrun. Já, þetta er 2 árum eftir hrun og ég gleymi það, ég var nefnilega með sín á Hellu á enska boltan alveg frá 2001 2008, hrun, október það er öllu sagt upp ég missi enska boltan og kallinum líka sagt upp síðan af brúni svo bara gerðist það fljótlega í kjölfarið sko, þannig að sástu þetta fyrir það? Var svona aðdragandi að þessu? Nei, þetta komur dálítið í opna skjöldu, við verðum að segja eins og En hvað er þetta, fjölskyldufundur eða bara Já, þetta var bara eitt snöggur fundur ég var í Championship Manager var sko í Championship Manager 0102 með 2010 updateinu og svo bara það er smá fundur Þú hefur fengið svona fund á því? Nei, ég hafði ekki, og ég var 19 ára gamall og þá hafði ég eitthvað áhyggjur voruð eitthvað að grípa með að vera fullur eða eitthvað svona sko en þá fekk ég, ég fekk stóra skilnaðan í andlitið og var það mamma hennar, pappi hennar sem sagði frá því? Tók þetta saman og svo bara ég tók þetta, já, ok svo trítlaði bara aftur í managerinn sko, eitthvað veginn að melda Varstu bara að stilla upp liðinu og bara hvað er að fara að gera? Já, bara saman tíma ég var hendaði ég eitthvað gott Þú varst bara að fá hrunið yfir þig segja bara spila köttu Tommi minn Já, þannig að þetta er svona tvöfalt þú þarf ekki áfalla hjálp tvöfalt áfall og það er ég rauninni ótrúlega hvað ég stend í dag með En þú veistu var þetta sammeila ákvörðun? Já Það er best held ég Já, það er best Þetta var svona yfirvega Varandi hruni þá, svo sem fyrst minn er að opna síðan ég er að opna minn ég og konan á þeim tíma við hættum saman helgina fyrir þetta bara 30. seft 2008 Já, bara rétt fyrir og þá tekur hún í ískápinu og allt svona þannig að það sem var til heima í Böðukornum þá var ég að kæla út á sölum þannig að það var smjörvin var bara út á sölum það er síðan höfðingin sjálfur sem að selja mér ískáp í IKEA þeir voru að selja þetta rafmagnstæki á þessum tíma í vekur, ég reyndi að kaupa mér bara ískáp eins fljótt í átti kaupa ískápin ég fer síðan á Hattavei þarna 3. eða 4. október hann kemur á NASA þetta er algjörlega hryllilegi tímar Hattavei á NASA Já, svo er lélegasti bikarúrslitaleikur sögunar sem ég lét gabba mig á KR Fjölnir, bara hræðilegasti fótboltaleikur sögur það vissu allir að væri alltaf að vera gjaldþrota það var bara að lá eitthvað hörmulegt í loftinu svo á ég ammalið hann á mánudeginum og það er bara að fundur klokkan 4 ekki svona fundur eins og þú fyrst, þetta er í sjónvarpinu og það gerir á horti, það var ekkert að beða mig það var ekkert að trubla mig í Championship Manager eða það var að vinna það á lengjunni reyndur og ég lefði að vera farin 2 mínútur í 4 en ákvaða að býða þennan funda að mér þegar mig grunnaði að vera í stór tíðindi Æja, svona er þetta svona var þetta hrun Þetta er svakalegt maður, ég sko líka þegar þú lendir í svona viðkvæmum aldri að þau skilji þarftu ekki bara áfalla hjálpa einhver í vinnunni, einhver yfirmaður kemur eitthvað Tommi hana, ertu til aðeins að koma? Ég hefði eflis að þeim tíma þurft það en ég náttúrulega fekk ekkert slíkt, það var ekkert verið að bjóða það var ekkert búið ekki þessum tíma ekki þessum tíma, þá var ekki verið að bjóða Tommi minn, ertu aðeins til að koma að tala um mig ertu ekki bara að búða að reka mig núna? Jú, þetta situr alveg í manni og ég meina bróður minn 7 ára og easy fyrir hann á þeim tíma
að fá þetta bara nei, ég 19 miklu erfiðar Já, hann líka hugsa með sér, tvö jól, meira fyrir mig, einhvern veginn og allir sápakki af því að þeir eru nú fljótir að hugsa þessi 7 ára, sko. Já. Og þeir hugsa nú oftar en ekki eigið raskat. Já. En það styttist í nokkur leikin væntanlega og það er Stefán Bjarki komin inn, við þurfum að fá fleiri til liðs við doktorinn. Já. Ég að nálgast 3500 núna menn að biðja annan júla túborg frá Tómanum. Sko, ef mér skjáttlis ekki, Stefán Bjarki getur verið að þetta sé KFR leikmaður, knattspyrnufélag síðasti subscriber, það er allavega einn Stefán Bjarki þar. Sko, Stefán, Tómi, það verið mikið að biðja að þú tækir annan, er það eitthvað sjens eða? Það mikið verið að biðja það allavega, það verið meitt opinina. Já. Ég geti tekið hálsinn ef þú treystir ekki. Ég skal taka hálsinn og þú klára. Já, hálsinn, ég skal klára. Ég ekki með neitt mjög bannvennu sjúkdóma. Þeir eru hrifnir af þessu, þeir eru hrifnir af þessum tilþrifum hjá Tómasi. Það gaman að eiga eitthvað svona trikk sem að heillar fólk. Þetta eitthvað sem ég get ekki gert. Það hefur heillað þjóðina. Það hefur gert það og það er svo gott þegar búið að taka hálsinn, þá þarf ekki að taka... Heillar þetta konur? Þegar það er hrifnar þessu? Nei. Það er nefnilega allt svona matsjódót, það er ekki hrifnar að neina þessu dóti. Vöðvar, tjögga, þetta er bara eitthvað stöf sem gaurar elska. Já, gaurar eru með stóra upphandasvöða, þá er alltaf einhver gaurar að klára. Bara gaurar að gera. Ef þú ert með einhverja stóra kálfa, þá er alltaf einhver gaurar að gera eitthvað. Ef þú ert með eitthvað rosalegt úr og getur verið bara með eitthvað AP sem kostar einhver skriljarða, þannig það myndi engin kona segja neitt við, en þú myndi fá svona 30 gaur á þig. Hvað er þetta? Geðu þetta, þetta er algjörlega geggjað. Haldói. Á ég að taka hann? Já, Tommi að detta í tjögg nummer 2, þetta er hellubjórinn Jólatúborg og hann er byrjaður 1, 2, sjáu þetta? Já. Þetta er svaðalegt. Tjekknest. Þetta er sko, þetta er tjekki sko. Þetta er miklu þingri bjór en einhverju svona læti Þetta er jól. Þetta er ekki prime tjöggbjór sko, ég get alveg sagt okkur það. Þetta er ekki prime tjöggbjór. Þetta er bara, þú veist, erum að tala með íslenska vatn, malta, bygg, humlar, lakrís og ger. Þetta er svona verður valla þingra. Leik með, tjattið, við slunum nú tjattið. Klappa fyrir þessu. Þið nefnilega getið haft áhrif. Þið getið haft áhrif. Tjattið hafði þessi rosalega ekki bara í kjörklefunum, líka á tjattinu sko. Eru þið búin að kjósa? Þú ert eftir að kjósa, Kili? Ég er búin að kjósa. Ég fór í dag, ég er traditionalisti, ég tek þetta alltaf á kjörti. Ég tók þetta utan. Vá, þetta er rosalega traditionalisti eins og 99% íslendinga kýst á kjörti. Nei, þetta er búið að snúast við. Síðan fleiri farnir í. Allir var að taka þetta viku fyrir. Það er búið að opna í Holtagarðum bara 2 vikur fyrir. Holtagarðar opnuð í alvörunni mánuði fyrir eða eitthvað. Og bara það mæti þar milli bara 10 og 10. Ég ætla bara að klára þetta. 7. nóv opnaði þetta bara. Við Hjörvar klæðum okkur upp. Það voru bara einhverja handboltamenn í Þýskalandi sem að rétt svo kusu hérna bara. Ég kýs alltaf rétt fyrir 10 og fyrst mér mitt atkvæða meira vægi og ég að dettinu svona undir morgun. Þú ert að hafa áhrif á jöfnunar þingsætin bara. En Tommi, það er fyrir glatað að kjósa í Kópavogi því að það er bara í Smáranum. Það er engin saga, það er ekki saga sem ég vil. Hvað sögu vilt þú í Kópavogi? Ég fór í Lækjaskóla í dag. Já, sagan. Lækjaskóla í Hafnarfjörður. Já, ég er svona. Það er að búa þetta sögun í Smáranum. Það býnur skrýta að vera formaður stjórnmálaflokks þegar alltaf tekið myndaðir þú ert að kjósa. Vera eitthvað í Smáranum, þú vilt vera í Ráðhúsinu eða Hagaskóla eða einhverju svona klassík. Já, töff. Það var reynda glata, ég var einhvern í Reykjavík þurfti að kjósa á niðurlanga tímanum mínum. Þá var ég einhverjum rétt hjá það sem að MS-ir, það er einhver skóli, það er einhver grunnskóli. Ég fann enga sögu þar. Mér leiddist það að kjósa þar. Í Knóðavóginum og það. Skrítið hverju finnst mér. Já, það er Andri Snær Magnason byrjaðar sko. Já, einmitt. Maður sjá, er komin lás á blöðkælin út af hellumannum. Nei, það fyrir aldrei lás á neitt hérna. Nei. Út af því að, ég meina, ef menn biðjum þriðja, þá... Nei, og svo náttúrulega hefur, sko, þarf ég aðeins með blöðkælin að gera. Ég hef alltaf fengið leyfi til að fara í blöðkælin en að fræga. Já. En það náttúrulega hefur verið þarna á Suðurlandsbrautinni. Rosalegur, sko, blöðkælirinn. Krista Palas að jafna í uppbóta tíma. Afsækja við sem að trufla þig, Tommi. Nei. Palas að jafna martröð fyrir Sigga Sörens og félaga fyrir norðan. Vá.
Djöfullin sjálfur maður. Já, 1 stig og síðustu 6 mögulegum hjá Newcastle tökum fyrir West Ham síðustu umferð, jafntefli á móti Palace. En þetta bara hrun. Þeir voru komin svo góðir, sko. var þetta Munoz, Munoz sem að jafnar þetta. Við verðum að gera eitthvað í þessu fair play dæmið þarna. Heiðar Rúnarsson, það flippari, spörum vatnið, drekkum bjór. Já. Þá segja einhverjir, ef öl böl, þá sandur möl. Já. Svo einhverjir sem spyrja sig á því. Já. Ég segi bara, ef öl böl, hvað þá jólabjór? Já, þú ert einn af þeim. Já. Þú ert einn af þeim. En ef þið viljið fá þriðja frá Tómas Steindórs, Nei, það er algjörlega ég meina, ef að chati verður alveg bókstaflega Sjáu hvað er gott nafn Sjáu hvað er gott nafn á skjánum. Einar Jónsson. Ekkert millinafna kjaftaði. Einar Jónsson. Einar Jónsson. Svo ég segi ykkur hérna leiðilega sögur. Það heita Einar. Að tengdafæða minn fóreldrar hans hétu Einar og Elisabeth. Fyrstu 2 börnin Einar og Elisabeth. Já, það var traditionalistar. Öflugt er þetta? Já, þetta er bara öflugt. Einar Einarsson. Þetta eru traditionalistar. Festa þar, því heimili. Festa þar. Það er heldur betur það. Það dælist inn mikið. Hver verður The Dark Horse í kostningunum að vera að spyrja? Inga Sannand. Nei, það er sósíalistanir. Það er The Dark Horse í kvöld. Já, ég reyndar heldur þeir munu koma inn, sko. Er það? Já, ég held að hjá þeim er þetta líka snýsandi hvort það komist inn 0 eða 3. Eru að fá tuð þrennuna inn. Ég held að þeir sem kjósið þá svar ekki síma. Herri, við ætlum að Reyki síma. velja eða finna The She-Scribe. Besti subscriberinn nýji eða bara, er ekki allir með í þessu? Það er allir með. Sjáum hver vann þetta. Babarabara. Slagur, Dóttarfútból. Allir með. Sigurvegari er Nokko Kallander, Jónas Karl Gunnlaugsson. Geðveikt nafn. Bróðir Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Alvöru millinafnana. Karl Gunnlaugsson. Nei, Jónas Karl Gunnlaugsson, þú vannst þetta, hafði sambandið Dóttarfútból og hittum í Hamraborginni. Er ekki Karl alltaf svona solid millinafn? Tómas Karl Steindorsson. Hann Kelly. Jakob Karl Birgisson. Hjörvar Karl Hafleðarsson. Það er steinleikur. Þetta er gott. Innilega til hamingju, Jónas. Já, innilega til hamingju með þetta. Þetta er ekki smá gjöf, sko. Nokkuð dagar, það er svona 20 kíló. Það er ekki líka drikkir í sem er ekki á Íslandi. Það er sér nokkuð brögð. Bara í dagatalunum. Það er alls konar dót sem að fæst hver ekki. Úlfarnir töpuðu á heimavalli. Það er alveg að búið. 6 mínútur eftir. Er fólk að biðja þriðja eða? Nei, ég veit Mattias Kunja. Það virðist ekki vera. Mattias Kunja er 2.000 € á mig. Ef hann skorar. Já. Þetta er allt eitt dottið. Eðlilega góður gefa til þér. Bullis, má ég fá sjá Sigurðarnas Kela? Ég er að heyra af einu hérna. Newcastle voru með 0,02 XG í þessum leik en gera 1-1 í afturlið. Það er að segja af því að það var sjálfsmark. Það er ekki XG. Já, þannig að það var ekkert með. Sæði Selin minn. Undir 2,5. Datt. Bæli skora, já. Herri minn, ég geti exaðið mig líka. Ég hafði eitthvað á vúlstilfinningu eftir hann frábæra sigur. Ég líka. Mér fannst þetta borðleggjandi á heimavalli. Það væri rosalegt að fá eitt Kunja mark undir lokinu, en ég er ekkert alltaf. Er ekki 8 á klukkunni hann? Jú. Ég bara, mitt fór ekki nógu vel. Já, hann er ennþá inn á. Síðast ég tjekkaði allavega. Dóttarfútból fer bara fljótlega að kveðja við þessi úrslitin nánast klári í enska boltanum. Það verður helst að, já það er eiginlega, það er 2 marka fórusta og þetta er eiginlega komið. Rúni búin að tapa sínu er það ekki, Plymouth á móti Bristol að virðist vera. Jú. Já. Hérna, þetta er pínusett. Frank Lampard og félaga með 22 játefli móti Cardiff. Já, ég er hann búin að taka Coventry. Já. Mitt. Og þetta fór, sko, já. Mér finnst, sko, þeir sem horfi ekki á boltan voru að orða Frank Lampard að myndi reka Julian Lopetegui og Frank Lampard er ráðin þjálfari Vestam. Það gerist aldrei. Það aldrei gerast að Frank Lampard verið þjálfari Vestam. Nei, ég trúi því alveg. Ég alvörinni trúi því þegar ég gerði seðilinn samt að ég myndi koma út sem svona, veist, ég bjóst við mómentinu svona hvernig varstu með þetta? Ég er raunverulega trúi því. Varstu bara að undirbúa whip
Nei Já, ég var bókstaflega búin að undirbúða Já, þetta fór ekki alveg eins og þetta átti að fara hjá okkur í tippinu í þetta skiptið. En sko, ef við ekki að minna á streymið enn og aftur í kvöld. Jú, það eru streymi hjá þjóðmálum í kvöld. Þjóðmál ætla að vera hérna. Ég ætla að byrja aðeins með þeim. Það er að segja, ég ætla að taka með þeim fyrstu hálftíman. Þú voru farin heim 10:30, er það ekki? Svona 10:30. Eða ég verð bara í sófan. Það er gaman að betta á kosninguna sko, því að það er svona hverju komast inn og einhverju flokkar og svona. Einmitt, og hver eru forsætisráðherra og getur tippað á það. Já. Það er samt sko, það er of long term, ég get ekki beðið. Ég er búin að tippa það. Já. Þú ert ekki svona maður með ádræts. Nei, ég vil fá þetta strax. Ég var að skoða aðeins hvernig þetta lítur út með forsætisráðherra. Þorgeir og Katrín er líkljúst, pæliði því. Já, ég settu það. Já. Ég held það. Þetta er bara gefins peningur raun og veru. Já, þú segir það. Ég fær í valju að Bjarnar Ben. Já. Eða skildu vinna. Nei, hann er ekki að fara að gera það. Hann mun gefa sterkur Svo myndi ekki að sé Ég myndi frekar setja Sigur Inga sko. Ég held að hann sé ekkert alveg Sigur Inga, hann verður aldrei það verður ekki eins og þingmaður sko. Nei, ég er nefnilega held að náði þið ekki. Hann er baráttusæti. Baráttusæti. Já. Það kölluðu Ekki sko vanmeta framsóknu á Suðurlandi. Hann kemst inn sko. Þeir eru sterkir. Hann kemst inn og gæti orðið forsætisráðherra. Ekki Ég held að Bjarni verið alltaf frekar þá, þú veist, utanríkis eða fjármála eða eitthvað. Já, ég myndi alltaf, ef ég verið formaður, þá væri ég alltaf utanríkisráðherra. Já. Það er ekki mitt, þú veist, því ég vil bara vera í útlöndum á NATO-fundum og bara alltaf ekki stærri útlöndum. Hvað er Hjörvar? Hann er náttúrulega utanríkisráðherra, þannig að hann er ekki heima. Og það er settið væri alltaf með. Síðan hætturu og þú verið að gera sendi herra. Því ekki munur samt að vera í mitt utanríkisráðherra alltaf úti, svo ertu innanríkis. Þá er þetta að þræða bara. Versta giggi sem ég myndi bara senda einhvern verstu óvinni minn í flokkinum í, hann er alltaf að hafa heilbrigðisráðherra. Já. Aldrei neitt sattur. Alltaf biðlistar. Fá þig í heilbrigðisráðherra, ég verð sjálfur utanríkisráðherra, ég held að sé best. Þú mynd bara standa þig frábærlega í þessu. Já. Búlis, það er að Búlisseðlir, heyrðu, búlismeðlir, heyrðu Nei Heyrðu Vá Vel gert. Búlis Vá Þeir eru ótrúlega. Þeir eru ótrúlegir 20. Já Það er ég Vaxtaverkir, tix.is Vaxtaverkir, tix.is Mæli með. Það er dokkafsláttur, 20%. Það er dokkafslátt þar D og C fyrir 20% afslátt af að sjá Jacobi. Þú var sáttur. Mjög sáttur. Ég hló svona 56 Já, og sko, málega það eru margir ungir en að horfa. Já. Þú veit að gefa foreldrinu jólagjöf. Já. Það er leiðilegast í heimi að velja þannig maður á ekki það mikið pening. Já. Þau eiga yfirleitt allt. Það er bara tix.is, ungur gaur með gleru. Foreldrar ykkar verða sáttar en þið, sko. Já. Og svo er bara barinn fýtt á það niðri. Hann gengur bara nokkuð hratt fyrir sig. Bara ágætt, sko. Já. Og veist? Ég veldi fyrir mig sko hvort það bara upp á því að bjórinn er svo mikið basic sala, hvort það megi vera á 2 stöðum. Af því að þú veist, sumir vilja fara Ég hef talað fyrir þín náttúrulega en það eru listamenn að reka þetta, skilur. Já. Ef að Hjör var að reka eða við, þá væri ég tala ekki með að Keli væri komin að hana, þá getur þú bara keypt rútu. Það væri tilbúið rútu. Ég væri líka til að vera með eitthvað svona, ef þú getur tjökkað bjórinu innan við 5 sekundum, þá farið 2 bjóra. Það var ekki gott viðskiptum. Það sem er samt aflega óþægilegt í þínum bransa, í grínbransanum, er að menn er góla eitthvað að þeir eru búin að drekka það svo mikið. Er það ekki? Já, svona eitthvað sko, en maður hefur nú yfirleitt stjórn á því sko. Já, hvað segir það stjórn á því? Ég vil minna á að ef þið eru að hlusta útvarp, ekki láta grípa ykkur. Dogsón í húrra. Sjáu þetta, tekkja þessu. Sæli, hann lagði aðeins frá sér borvélina. Það er þetta skrúvél. Hann er líklega í kringlunni að setja upp nýja búð það. Gengur hann í öll verk? Hann gengur í öll verk. Hann er einn af þeim eigundur sem gangi í öll verk. Einmitt. Það eru frumkvöðlar á þessu sviði sko, þeir gangi allt. Já, þeir vaða í hlutina. Vorum við búin að skoða byrjunarliðin hjá West Ham og Nei, kíkjum á þau. Þá ætlum við að skoða hvernig hérna byrjunarliðin eru og þetta verið svona að vera með Tommi setti pening á West Ham. Ég setti Tiki 25 á West Ham sigur, já. Tiki 25. Gabriel virðist að hafa náð sér heilum fyrir þennan leik og ertu bjartsýnn? Já, sko þetta einvið fyrra fór 1-1, West Ham vann fyrirleikinn og Arsenal vann þann seinni. Já.
Þannig ég held að það geti mögulega bara verið svipað á þessi tímabili, þannig að 7 stuðullin value. Já, heldur betur, hann value. Hvernig fannst þér, hvernig leið þér hérna sjáum við liðin hjá Dortmund og Bayern? Þar þetta já, ég held að þetta sé bara nokkuð en ég held að sé á bekknum okkar maður William Campbell Cole, íslenski bandaríkjamaður. Er hann á bekknum? Er hann ekki á bekknum í þessum leik? Jú, Cole Campbell, já. Vá. Já, hann hefur verið að koma inn Í Bundesligunni? Já, og í Champions League. Í alvörunni? Já, þegar þeir hafa verið að þurft á markið að halda. Vá. Þessi gaur nefnilega verið stöður eitthvað sko. Þannig að það er næg að taka. Hvernig leiðir þeir unnu Manchester United daginn með þessu víti sem þeir fengu? Hvernig... Svakalega vel og mér finnst þetta bara að vera víti bara alltaf tíman sko. Já. Ég sá einhver spekingan að vera að tala eitthvað dómaraskandal. Mér fannst þetta bara að vera pjúra víti. Ég hafði að vara við þessum til líkt gæja. Eru nýjasti subscriber Gustaf Sæland. Já, það væri betur að hann væri Gustaf Snæland. Inga Sæland. Er þú meiri Snæland Ég er heldur meiri en Sæland? Snæland sko, persónulega. Það er persónulegt sko, en sitt síns hverjum. Það er bara sonur Ingu Sæland. Sitt sýnist hverjum. Nei, hún myndi aldrei skýra Gustaf, það er ósænst. Já, mitt, það er reyndur rétt. Hún var fekar einhverju svona amerísku nafni. Mikael. Já. James. James Sæland. James. Það var ítla Má skýra James? Já, má allt þetta. Þetta er nefnilega það sem ég þóla ekki sem frjálslindur íhaldsmaður. Ég til dæmis alveg til í frjálsviðskipti, en ég vil banna allt eitthvað svona, ég vil styrkja mannanumnefnd. Herða eftirlitið með nafnkiftum. Það er reyndar eitt sko að þú heitir á Íslandi. Það er náttúrulega nafni Jason, ef þú heitir Jason. Það finnst mér bara að harðast að nafn, bara sem hættir að fá. Það heita Jason. Já. Ekki með mér þar. Ég þar, mér stóð bæði Jason Daði og svo Fassenarsalegi líka. Já. Veitu, er hann ekki í Grimsby? Já. Þú ert að fara og leikja honum næstur og fann á það. Já, með börnin og bara segja, þetta er ykkar heimabær stelpur. Hérna kom langam ykkar. Heldur betur. Ég var að fá hérna sent frá ástæðan fyrir ég datt út. Það var að Dónakall að senda á mig. Já. Hérna hann skrifaði þetta hérna. Ég skal bara segja ykkur hvað er. Eating pussy cures depression. Þetta er einn mikill Dónakall sem situr hann í sófanum hérna. Ég veit það ekki. Það er aldeilis ekki verið að setja á mig. Nei. Það er aldeilis viskan sem mann eis yfir okkur hérna. Já, líðheilsa þetta. Nei, þetta verður gaman að þessu hérna, Dóttarfútból bara þakka fyrir sig, minni á þjóðmála kosningasónið, Stefán, Einar og Gísli mæta. Stefán og Einar auðvitað kannski maður sem að stál senunni í aðdraganda kosningana og hann verður hér í Hamraborginni, það blir fyrst skipti sem hann er í Hamraborginni á kosningakvöldi. Þetta er hann 107 Gaukur? Nei, hann er Garðabær og Borgarnes upphaflega. Nei, hérna já, og Patreksfirði Borgarfirði og Patreksfirði. Já, ég sá alltaf eitthvað svona 107 slíkju. Nei, það er ekkert svoleiðis. Nei, svona þessi sumir úr 107 eru með svona Garðabær slíkju og eitthvað slíkt yfir sér og bara eitthvað að ruggla sko. Þetta eru eitthvað helluteik sko. Ég byrjaði að ruggla sko. Ég vil samt að við tökum eitt gott klapp fyrir þessum tveimur bjórum sem að Tommi tjökkaði 1, 2 og við erum eins og markþjálfar núna. Takk. Ég get sagt frá því að það er stjörnur frá að mæta í kvöld. Ólöf Skaftadóttir ætlar að mæta í kosningasónið. Sigurjón Jónsson mætir fyrir hönd Framsóknarmanna og fer yfir hvernig þetta gekk hjá Framsókn og verða fleiri stjörnur. Eini maður sem við sagði bara sorry Hjörvar og hann er alltaf til. Það var vinur minn Stefán Pálsson, það er góðu vinur minn. Hann ætlar að fá að sitja í rólegheitunum og sófanum og svona aðeins að Er hann ekki að kosningavöku VFK? Jó, hann verður ábyggilega þar. Hann svona vildi svona ekki vera eitthvað að hann gæti alveg, þú veist, maður líka bera virðingu fyrir því. Já, klálega. Dóttarfútból þakkar fyrir sig í dag. Dogsson, aftur næsta lögdag, kosningasón, klukkan 10. 10, 10, já. 10, hvað er eftir 10 á spænsku? Díaz, já. Ekki? Jú, Díaz. Nei, það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Já, 10, já, ég var að hugsa 22, 20, já.
Skiptir ekki máli. Skemmtilegt. Ég hef svo mikið að pissa hann og klára Ég líka, Kili, aðeins að þér.